FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík, Keiluhöllina, Pepsi Max og Loop Zero. Föstudagurinn 10. apríl og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Ég held að sé langt síðan að ég hef verið jafn miklum gýr og bara svona nettri. Nei, ég get ekki sagt geðsræringu. Þetta er búið að vera svo mikið. Já, hálf taugaveiklaður, það er búið svo mikið rugl í gangi að reyna að opna þennan blessað hverfistað í 108 Reykjavík Fossin, en það kom núna held ég 10 mínútur í 4. Þannig að ég held að sé bara búið að opna hann núna. Skellur að, ég ætti náttúrulega að vera þarna sko. Þetta sýnir hvað ég dedigerir FM 95 Blö. Þú ert bara í vinnu hér sko. Því miður, það er gaman að vera bara barnum með mínum mönnum í Blix, með því mér að fara að valta yfir þínum menn í Vikes í kvöld sko. Þetta er risa föstudagur sko. Ef það er fólk að hlusta núna sem er ekki í gýr, þá vara ég við þessum þætti, því að það fyrir gýr eftir þennan þátt. Ef þú vildir eiga rólega helgi, þá myndi ég sleppa þessum þætti. Það er enginn veginn að rólega helgi. Við erum að fara að keyra þetta. Það er best að byrja að enginn veginn að rólega helgi sko. Þetta er bara einn stærsta helgi á árinu sko. Bestadeildin hefst í kvöld og á engum eðlilegum leik. Það er Víkingur Breiðablik. Það verður ekki stærra. Þetta eru liðin sem hafa verið Íslandsmeistari síðustu 2 ár. Það er úrslitakeppnin í körfubolta. Við erum að tala um Stjarnan KR og ekki Val og Keflavík, heldur Grindavík Njarðvík. Risaleikir. Það er Masters í gangi. Enska deildin er á morgun. Þetta er upp átt mánuður þinn. Þetta er bara Ég er svo peppað núna. Þú er búin að rökstiðja líka vel aprílmánuðinn. Pælið því. Þetta er besti mánuður. Það er líka að staðurðinn opni í uppáhaldsmánuðinn. Það er þetta góða punkt. Pælið því, ég vissi ekki af neina af þessu, sem varst að segja. Í alvöru. Nema Fossinum. Það er bara að fylgjast vel með honum. Vissir ekkert að væri Masters að besta var að byrja. Þú varst vel inn í bestu í fyrra þegar að þínir menn voru í henni. Það ertu bara í fílu nú út í hotnið. Ég er í fílu út í deildina og nei, ég er mjög gaman að bestu og það eru bara góða fréttir sem þú ert að segja mér. Þannig að allt sem ég var að segja núna og telja upp, sem ég veit að margir hlustendur eru sammála, þú tengdir ekki neitt við þetta nema Fossin. Hann er ekki hugmynd að reynda þessu. Vissi ekki af neina af þessu. Nei, ok. En ég er samt sko, myndi ég segja þetta væri besta helgi sem að ég hef upplifað, af því að ég er bara svo fegin ára lífi. Já. Ég er nýkomin úr flugháska. Veistu hvað það er? Þetta var að byrja á einhverju nýri sögu sem að Ég lendi í ég var í sko skeið á salti sko. Near death experience. Kallar þetta ekki það? Þegar þetta svona gerist. Ég get náttúrulega sagt þið það. Ég var að fljúga með Wizz Air. Ok. Og þeir eru solid. Gefur þeim fallengun? Þeir eru solid. Nei, þeir eru bara ekki solid. Ég flói við Wizz Air. Ég kýs að segja að þessu ekki solid. Ég menn þú ert að live and kicking. Ég er að horfa á þið tala hliðinum sko. Það var í Wizz Air þar sem ég spurði flugfröðina, do you think this is acceptable? Þegar ég fekk ekki bjóð í flugtaki. Það var Wizz Air þegar við tókum til Gdansk-flugi hérna í Góðfætti. Það var áfengið til í velja þeir. Wizz Air er eina flugfélagi sem flýgur til Gdansk í beinuflugi. Já, var áfengið borð. Já, herðu, veistu hvað? Það sem betur fer þá var ég með rauðvínsflösku borð. Já, ekki bara byrjunni. Við vorum að taka upp, við létum vita því í blöðkastinu. Þú vorst að taka upp 1 stjarna. Mjög ánægður það að sjá koma aftur. Og þið fóru til Ibiza. Já, ég og Dóri og strákarnir, tökumenn og Hannes og allir. Við vorum bara saman, fórum til Ibiza, vorum að taka upp fyrsta þáttinn. Gefa þeim bara sjáratirna, þetta Tjörfi, Sindri og Hannes. Vorum toppmenn. Virkilega skemmtilegt, þetta var allt off-season og þetta var svona eitthvað sem við vissum ekki alveg sko. Þannig að þetta var eiginlega svona algjörlega hreinrættu einnastutu ferð. En ég held að þátturinn var skemmtilegur og En komdu inn í háskan. Á leiðinni heim. Sko, þú ert að plugga þætti sem er ekki eins og fyrir sýningu. Sko, tónlistamennir okkar byrja á sunnundaginn. Ég vil heyra háskan. Já, ég er ekkert að plugga þættinum. Við höfum eftir að taka upp allar þess þætti. Ég var að lenda í lífshættu sko. For real? Já, ég held það. Og þannig að við þurftum til að fljúa heim, þá þurftum að fljúa í Ibiza, Barcelona, Barcelona, Budapest og Budapest, Ísland. Ég var í 16 tíma á leiðinni heim. Hvaða Idiot Sandwich bókaði hennar legg heim? En nú þarf þú bara að hringja í Hannes Arason og gefa hann lestur. Já, veit
Þetta var samt Ég elska Hannes Aðarsson út í lífinu. Ég mest ógeðslega fyndið talandi að þú ert alltaf með þetta idiot sandwich. Mann að Hjöppundaginn, hann spurði Albert Inga, ertu en idiot sandwich? Og hann sagði, ég verðist allavega að vera aðal áleiki þar á milli. Þú veist ekki ekki að svo. Nei, en þetta var eini leggurinn heim, við getum ekki Við erum að lenda, við erum í Barcelona, lendi í Budapest og vélinn komin er að fljúa niður, er að lenda svo byrja vængirni bara hægri, bara þetta fer á fullt vélinn sko, ég bara djöfull hún sé ekki svona síðustu 10 metrana maður. Það er með Dóra DNA sem er vel flugrætt. Já, hann og enginn satt hlið við hlið, sátum allir út alla vél, þannig að hann var bara einn í þessu og ég einn í þessu sem gerði það 10 sinni verra og ég og ég sitt hliðin á bara svona ungu kærustupari sem er að skýta í sig sko og ég bara það 10 metra frá, mér leiðir svo ég þurfti að stíga upp líka því að þau voru einhvern veginn hrættar en ég sko, samt var ég svo hrættur sko. Þú þurfti að taka á þig pappan hann. Já, og ég meina rauðvín sem ég var ekki eins og búin að opna, þú veist, þetta er bara svona mjúk lending á leiðinu heima? Já, nei, hún var nefnilega ekki mjúk. Ég hugsaði í svo vel á því ekki bara taka mjúka lendingu, svo var ég ekki eins og ég byrjaði að ræði og þarna svo erum við bara 10 metra frá, við erum alveg að fara að lenda, neglir vélinn aftur upp, djöfull var það óþægilegt, bara ekki búin að setja dekkið í? Nei, hún var ekki, snert ekki í jörðina, en þú veist, en hún var nánast bara, þú veist, ég var bara og hvað sagði flugmaðurinn, af hverju gerði hann þetta? Þetta hefur verið svona 2-3 metra bara, þetta var galið og ég bara, hvað er í gangi og leiðina aftur upp, þá skrúa ég tappan af og tók rauðin sko En hvað sagði flugmaðurinn? Og hækkaði vel í headphone-unum, alltaf bara go out with a bang sko. Ég meira þess að var og fullu bara hvað lög, mér fannst ég ekki verið með rétt að lagi downloada á Spotify, ég var bara hvað ég að deyja við Er þetta góð spurning, hvaða lag myndir vilja deyja? Ég veit það og ég var bara, ég er ekki meðneitt, ég bara með einhverja gamla plöturina og bara, ég get ekki dáið við þetta sko. En sagði þið ekki flugmaður hana, bara þú vita, þú veist, ég ætli að lenda, svo bara vesen Ég held nefnilegt að við nú verið bara eitthvað tilhingaskýtur. Hvað sagði þið flugmaður? Steint á það til að íkja? Nei, flugmaðurinn kemur beint í talstöðum. Kemur og lappaði bara fram og sagði Þú sagði kemur? Ég heyrði gæðshræringuna. Þetta er ekki svo blöð. Var eitthvað sem öskraði? Þetta er ekki svo blöð og fossin. Ég var stendur öskrað. Blöð og fossin er bara búin að vera taugarhrúa. Ég heyrði í flugmanni sem var í gæðsræði og hann veistu hvernig hann opnaði þetta. Hann opnaði þetta ekki svona hei, kæru farþegar, hann opnaði þetta svona yes, hello everybody, bara hello everybody, maður bara ég aldrei eitt flugmann segja þetta this is normal, tvísvar í normal, þá vissi þetta var ekki normal, það segir enginn tvísvar, það segir enginn, það opnar enginn, hvað flugmann opnar þetta svona, bara yes, hello guys, this is normal Ég væri svo til að víkju af þér í þessari lendingu og við vorum ennþá að reyna að rífa vélinn upp sko, ég bara, hvað er að gerast maður? En þá var ekki að tala Já, maður skilur búin að við vorum Þetta hefur verið co-pilot This is normal og bara, ég veit bara, ok, og svo var hann að segja eitthvað tóma þælu, mér heyrðist að vera bara eitthvað svona hitastigið á vellinum eða þetta var eitthvað svona because of the temperature og eitthvað svona þetta var svona pólitískt að reyna að hafa þetta ógeðslega flókið og enginn fara að question þetta temperature of the airport já, og hversu löngu eftir það lendur svo bara vélunni? Nei, svo kom hann eitthvað, herru, ætlum að taka 8 mínútna ring og svo kom hann 2 sværi viðbót þetta er bara normal og ég bara, þið hætti ekki að segja það var normal Nei, þá er þetta ekki normal Akkur sagði þér enginn að land the plane öskraði enginn og gæði hann land the plane Býttu í hvað myndu það aftur? Land the goddamn plane You're on the plane, the taxpayers do Land the plane Og málega það og svo bara fórum við og svo var þetta reyndar í flugmann og þetta var nálega bara mjúk lending setnilendingin en það voru og þá áttur eftir að fljúa það voru svona háhljóð þegar hjólabúnaðin fór aftur niður En þegar var lendi í annarskipti klöppuð allir, stóðu upp og klöppuð og faðmaður Nei, ég held að fólk hafi bara verið drullu stressaður En fólki sem að satt þarna með þér í röðinu sem þú varst orðin að father figure
figure too. Föðmuðu þau þig og þökkuðu þér fyrir þinn stuðning. Nei, en ég sá alveg að þau heldst í hendur og svona og ég var Jú, þetta var alveg þannig. Heldust þau í hendur? Já, málið það, þú veist, þetta er flughásk, það þarf að tilkynna svona dæmi, sko. Þú veist, ég verð bara skýrsla út af þessu, sko. Ég verð að heyri Dóra DNA, eina sem ég veit að ef að Dóra DNA segir mér þetta þá fæ ég sömu sögu. Á ég hringi Dóra núna? Nei, af því hann er svo flugrættur. Ég þarf að heyri einhverjum tjörfað einhverjum sem að er Ég hef ekki hringt í hann líka. Nei, það er ekki að hringi neitt. Hörðu, ég ætla að staðfesta það, Steindi, you just made up a word. Flugháski. Nú var ég að googla það. Your search, flugháski, did not match any document. Ok, þá var það kannski það. Þá komum við orðið fyrir þetta. Í sögu internetsins skrifað flugháski á það. Í flugháski? Það er glærið og þú bjóst þetta orð til. Gott orð. Geðvett orð, sko. En ok, svo lenni Settu á plötuna, flugháski. En fagnaður Skallast að vera með okkur í því. En fagnaður lífun í Budapestur og vissir þú væri á lífi. Fórstu þá á barinn og Við getum alltaf orðað hann þegar að vélinn fer aftur upp að þú veist, ég flogið ég veit ekki hversu oft ég flogið gegnum tíðina, ég vil ferðast við það og ég hef aldrei lendið þessu áður að vélinn rífis aftur upp og Nei, en ég er að tala eftir your experience. Já. Ég þóla ekki að segja sletta þetta ennsku. Fórstu þá inn og hugsaði bara, herru, djöfnir ánæður að vera á lífi, nú bara Já, og ég bara, ég var líka hlakkað svolítið til að hitta Dóra, sko Dóri fór eiginlega í fílu út í okkur eftir þetta sem er svolítið skrítið, sko, þegar við vorum ekkert að fljúa svolítið vel Fór í fílu út í krú? Ja, þú veist, hann fór bara svolítið í fílu út í lífi, sko Hann vildi lenda vel vera svolítið eitt bara hann í hálftíma eftir þetta og svo var hann bara góð, sko Gonna tell little baby Nei, hann er listamaður. Hann er bara, þetta tók rosalega á náttúrulega hópinn, það er bara hann Nei Já, þetta var ógeðslega óþægilegt Tók þetta bara á hópinn ykkur sem voru að ferðast saman? Nei, ég sé bara Sko það er skár lendi í þessu alveg Ég lendi þessu líka, ég er með reynslu Ég get sagt núna, ég veit hvernig þetta er Ég lendi þessu leiðandi Tenerife Alveg rétt, þú sagðir okkur frá þessu Já, hörðu, ég horfði á Hvað var Icelandair? Ég horfði á Netflix Nei, það var Neos sem er fínt flugfélag í rauninni sko, ítalst bara ekki viss líka allt í lagi Þá er ég að fljúa út til tenni þannig að þá er þetta í gýr þeir eru leiðinni heim 2C búin að spóla yfir ykkur kvöldi áður og þið viljið bara land the plane sem betur verið var ekki fyllir í sko ég er leiðinni út það skárlendi þessu leiðinni út sko þá er það bara í gýr, leiðinni fríð þeir voru leiðinni heim sko en málega þá, sko, ég horfði á Case Against Boeing á Netflix það sem basically snýðist bara að Boeing væri mesta rusl in the history of mankind og Maxwellar aldrei lapp inn í þar bara þú sér Maxwell snúið við á punktunum hörðu ég lappaði hann inn, ég leiði tenni sé flugvelina hvað sé ég standur náli? Max, ég bara svona yes, ég var að loka á Boeing þættinum sko hörðu hvað gerist, þetta flug jú, nákvæmst að þú landir í 2 metrar á flugbutinni, nánast ég held að það hafi touchað þegar þú lendir í svona þá er mjög mikilvægt og sért með eitthvað hliðina sem er hrættar en þú þá líður þið betur hefði ég verið hliðina sendi, ég held, nei, kannski hefði ég ekki hleið en ég er svona, mér að liði betur að vita þetta af ykkur sem er hrættari sko. ég sagði því samt, ég var að reyna svona ég náttúrulega glemdi að þú komst hérna einhverju fólki bara í föðustad ég sagði við þið, it's gonna be okay þau voru þetta var bara ungt par sem var skítrætt það var tvítut lið sko eða eitthvað þetta er rosalegt að Steindi að segja bara this is gonna be okay já, ég meina ég er stegjarninn og ég eina sem var að bögga mig í ég fattaði þarna, ég á ekki lag til að deyja við nei, það er kannski eitthvað sem þú ert að hugsa og hlustendur og hvaða lag er það og ég þarf nefnilega að gera því að þú lendir í eins og ég og þegar flugmaður segir ok, 8 mínútur í þetta sem ég hugsaði þá bara ok, það er 8 mínútur í tilraun til lendingar ég er ekkert vissum að hún fari vel þá hugsaði ég, hvað djövel ná ég hlusta á en sko, 10. apríl drengir, þetta er dagur 10. apríl 2026, þetta er dagur sem ég mun aldrei gleyma það er nokkuð ljóst fyrsta sinn sem að, ég opna stað til hann ekki meita blöð, veistu hvað? Takk, hann er opið núna, það er opið á Fossinum, verður opið til 11 í kvöld getur fólk labbaði núna að fengi sér a beer við félagið mætum hann
5 minútur yfir 6 og förum á barinn. Förum á dæluna. Sko, við verðum nú í beinni þetta næsta föstudag. En ég vil líka tilkynna hérna að það er opið í dag að þetta er Breiðablik Víkingur. Leiði kom kortir í, þannig að það er ekki búið að prófa opnana, ekki búið að prófa starfsfólki. Þannig að við opnum svo, það er ekki opið á morgun, ekki sunnudaginn en eitt, svo opnum við í næstu viku bara með a bang. Opið í dag, skellir svo í lás og opnar hvernig á Monday, Tuesday. Nei, svo eru opnað sennilega á miðvikudag. Á miðvikudag, ok. Já, þannig að, en það mun ekki fara fram í okkur, en ég vildi bara tilkynna það í dag er opið út af leiknum. Það góða er, það verða allir sko ofurölvi á leiknum, þannig að verður háaði á Vikes Blix, það fólk er bara vöka svo á Fossum. Þetta er bara rísa leikur og rísa helgin. Er ekki blikarnir velkomni líka? Jú, allir velkomnir á barinn. Ég tók hérna, mínir menn í Blikum velkomnir á, allir velkomnir úr Vikes. Það hætti að kalla Vikes og lúða, þetta verður náttúrulega svolítið heimaðurinn þeirra. Þetta er friendly, þú veist, pub, skilu, þú getur mætt að það er ekki bara eitt lið sem hættir. Nei, herruðin, ég ætla að fara yfir þátt dagsins, drengir, við fyrsta sinni langa tíma, þekkið ekki. Já. Og ég er með góðar sko, þessi dagur er búin að vera skrítin en ég náði að hendi 4 skemmtilega spurningar á milli þess að ég var að heyra í nokkrum eftirlitum hér í Reykjavík. Geðshræringu. Já, við erum með spurningkeppni Gilstarans, ég veit ekki eins og hvað er að bjóða upp á þar. Hörðu, það er út af, ég er búin að fylgjast með þér að díla við hérna Reykjavíkuborg núna undanfarið og það er álag. Ég er með King of Handling Pressure. King of Handling Pressure. Og þessi verið áður, svona, það hefur verið álagspunktar í lífinu hjá okkur félagunum. Við erum báðir álagsmenn. Já, ég menn þetta er seasonal keppni og ég er búin að bogna en ekki brotna í þessu. Nei. King of Handling Pressure. Já, það er höndla meira álag Stonefucker eða The Blondell. Já, svo er eins og alltaf þegar fyrsta leikurinn í bestu deildinni eða Pepsi-deildinni sem var kvöldið í gamla dag, þá kemur Gummi Ben, okkar maður, spáum aðeins í spilin. Ég held að við séum búin að gera þetta síðustu 4 ár. Ég vona samt að Steindi snúan ekki niður. Steindi fyrir góður í gólfinu. En mannstu þetta að Steindi sagði við að næsta spá afturhaldingu falli, hvað er þetta eitthvað að ruggla okkur þannig ekki þá klippu. Hvað gerist þeir fjallu sko? Veistu hvað hann er seffræðingu sko, ekki þú. Já, Egill varum að tala með dagann þegar hann kemur á eftir og hann er að fara að segja okkur hvaða lið vinnur og hvaða lið falla. Liðin sem fallir í vesenni af því að hann virðist vera helvíti ekki. Hann sagði þetta fyrir nákvæmlega árið síðan. Víkingur verður Íslandsmeistari. Afturhalding, hann sagði þetta sagði hann ekki afturhalding og hann er með 95% hit rate. Það er rosalegt. Hann segjur eftir lið sem hann heldur að falli. Það er bara 99% líkur sem lið falli. Það er myndi hlusta Hvernig segir þú á fellu? Svo ert þú með nýjan lið, Steindi? Ég er með nýjan lið, ég er náttúrulega búin að reyna að fara í hann í einhverja mánuði. Mánuð? Þú varst á í Bísa í viku. Þetta er sem sagt álættu, hvað heitir Álættu, samsæriskenningar. Já, þetta eru heitustu Fólk elska samsæriskenningar. Þetta eru heitustu samsæriskenningar þar. Þetta er á rílinu sko. Þannig að þetta er svolítið svona álættur á rílinu. Já, ok. Ég veit ekki til liðin, ég hlakka til að heyra hann á eftir. En svo vil ég líka nýta tækifæri hér og eins og komið inn á hann. Það er stór dagur á sunnudaginn líka. Fyrsti þátturinn af tónlistarmönnum okkar, ný seri að fara í gang og það er Emiliana Torrini sem að svona ríður á vaðið. Hún er legend. Já, bara ég held að Íslendingar muni sjá þennan þátt og fatta af hverju hún er svona Íslands sweetheart. Þetta er geggjað þáttur, mælið með honum fer á Sín Plus strax á sunnudaginn. En drengir, það voru hræðilegar fréttir í gær sem að komu og við þurfum aðeins að takla. Það er bara okkar besti maður, Björgun Halldórsson. Þetta var ríkalt. Já, bara maður ennþá bara í sjokki. Já, við sendum samúðarkveðjur á vin og fjölskyldu og hræðilegt dæmi og bara yndislaugur. Og sko talandi tónlistinum en okkar, þá er síðustu skilabóð sem ég sendi Björgunni Halldórssoni eru bara fyrir 4 vikum. Þá var ég að horfa á þáttin okkar, ég var andvakað heima. Ég sendi á hann, ég er hérna andvakað, ég sá það bara á skilabóðunum, þetta er klukkan 2:30 nótt. Ég sendi á hann, ég ligg hérna andvakað, þátturinn okkar datt inn og mínum að þetta er besti þátturinn á tónlistamönnum okkar og hann svaraði mig strax og þetta er, og ég stend við það, þetta er besti viðmælandi sem ég hef haft á ferlinu. Ógeðslega skemmtilegur, svona kaltæðin, bara alvöru legend sem var að kveðja okkur og við sendum, eins og við segjum, innilega samúð að kveðja. Þetta er 74 ára, okkar besti, þetta er síkalegt. Engin aldur, en við ætlum að byrja þáttinn á lagi frá okkar bestamanni. Æðilega. Og það er þó liðið ára öld og já, bara diskuðið maður. Þetta
er topp tónlistarstöðin FM 957 Þó líði áraöld okkar besti maður Bó Halldórs með alvöru lag og alvöru legend þarna á ferð sem að mun ekki gleymast hér á Íslandi, ég get lofa eitthvað því. En drengir, eru þið tilbúinir í slúður? Heldur ykkur. Ég með veit ekki hvort þið sé að rakka niður en að pakka. Hann er ágætur. Ok. Eða hvað, ég veit það ekki. Nei, út efins. Já, Þú veist það ekki alveg ok, fyrsta spurning, eru þið að horfa á Love on the Spectrum á Netflix? Nei. Ok, Love in the Spectrum. nei, ekki in On the Spectrum Love on the Bara ást Spectrum á rófinu það Nei, þetta er þetta? einhverfa og Já, það verður að rófinu. Já, rófinu, já, sorry Ást á rófinu Já, á Steindur á rófinu, ég er á rófinu Við flest alltaf rófinu en sko Ég veit að við erum allir til í rófinu en þarna er þetta er svona aðeins kannski stærra dæmi Þau eru meira á rófinu en við allavega Og ég held þetta séu bara upp á sjónvarpsþættinum minn. Það er nýkomin ný sería og ef þau eru ekki búin að sjá þetta þá er það frá að horfa á þetta í kvöld Já, þetta er inni Já, þetta er algjör, ég held að það sé konar 4 seríur og þetta var svona sjónvarp sem að færði til að líða betur bara í lífinu Ok og þetta eru stórkostlega þættir Það er verið að Þetta hjálpa krakkar sem er einhverjur Já, og það er verið að hjálpa þeim að komast svona í the dating life og þau eru að hitta aðra og fara á fyrstu stefnumótin sín og þetta er bara þetta er bara besta fólk sem hún sér þið líður bara betur einhvern veginn með mannkinni þegar þú ert að horfa á þetta, no joke en það er kannski steiktur með að vera að segja frá þessari fréttir að þið veit ekki hverju þetta eru en það eru þau Abby Romeo og David Isaacman sem eru í þessum þáttum þau trúlóðu sig og eru búin að saman í 5 ár og voru hætta saman þannig að ég veit svo sem ekki með hvað ég geti rætt þetta meira Það er leðilega fréttir að hætta saman Það er akkurat það sem ég ætla að segja Ég var að vonast til að þið verður búin að horfa á þess að þetta eins og ég að þetta er þegar ég las þetta, ég var bara svona nei maður af því að nei ég má ekki gefa mikið upp, það er náttúrulega nýkomin í sería sem við kláruðum á No Time, ég og Rakel en þetta er sorglegt fyrir það sem að fylgjast með þættinum En 5 ára run hana 5 ára run og eina sem ég var að hugsa líka eins og með þetta að ég held að sé mjög hættulegt fyrir þessa krakka og þetta fólk að það sé að fá svona mikla heims athygli fattur við Það er að eiga mjög erfitt með held ég athygli og svo núna það eru bara alla slúðursíður sem ég fór á var að fjalla þetta þessi sambandslið sko ég meina, þetta er ekki Justin Bieber þetta er kannski fólk að hrópa á eftir út á götu það er nefnilega í einu þættinu núna í einni seríu hún fer bara í svona nett bara svona pínu panika þegar kalla Matti og eftir henni hún sagði bara ég er ekki kallið Matti það bara Mary I love you eitthvað svona og höndlega það mjög illa þannig að mér finnst svona persónulega kannski líka steikt að ég sé að segja frá þess að því við vorum að upplýsa þessu hérna í þættinum en við erum nú ekki bandarísku miðil ég held að ætti að vera eitthvað svona smá lögum að vera ekki að fjalla þau að vera Er þetta fólk sem sagt með sjálfræði? Ekki öll Nei búa margir heima á foreldrum en sumir farin að búa og svona en þið verður eiginlega að horfast þetta En er ekki alveg grilla að taka eitthvað sem er ekki með sjálfræði og gera heimsfræði með Það er sem ég er að segja Þetta er alveg pínu hættulegt allt saman En herðu, næsta slúður Þar við að tala Sydney Sweeney og Zendaya Já Vitið þið hver þetta eru? Já, ég veit hver hún er en ekki Zendaya Þetta eru 2 konur Zendaya er ekki gauð sko Þú veist alveg hvað Sydney Sweeney er stendið Já, auðvitað vissu að það Ekki Zendaya, blöðrugall Hún er alltaf bara fræg leikona Já, hinn líka, hinn er frægari sko Hver er það? Zendaya, hún er frægari en Sydney Sweeney Hún er með Tom Holland Spiderman, Sydney Sweeney er frægari í dag Er það? Já, ég held að myndi spyrja Þú tekir 100 manna úrtakana Sydney Sweeney eða Zendaya eitthvað Sydney Sweeney var Gefum steind á það Það var mynd í bíó með henni bara daginn Já, líka með Zendaya Hvernig skrifar það? Zendaya, hvernig heldur það sé skrifa? Það er svo drullu erfitt að skrifa Það er Z-E-N-D-A-U-S-L-O-N-A Zendaya Sko það eru að leika saman í seríu sem heitir Euphoria Það er að koma 3. sería Ég er nú búin að sjá fyrstu 2 Þetta er virkilega gott TV Og það er kalt á milli þeirra Það neita að vera saman á rauða dreglinum Og sko það er svolítið leiðilegt Því sem er slúðupakkadrengir Þeir þekkið ekkert liðið sem ég er að tala Ég þekki Zendaya Það er þetta að leika með einhverjum Ég er alltaf miklu harðari Sydney Sweeney maður sko Ég tók Housemaid mynd Það var rosalega mynd En vissur það eru að leika saman í þætti sem heitir Euphoria Ég sá bara the headlines En svo Sydney Sweeney var alltaf hérna í The White Lotus Og þú veist, ég er í team Sydney Sweeney þarna alveg á hreinu, þessu bífi Já, þær hef aldrei verið vinkonur Ég veit alltaf það
Ég held ég sé Team Zendaya Já, með Tom Holland Þetta er Team Zendaya En er ekki En er ekkit skrítið Það verður að tala um að það er verið að rífast Tom Holland sem nýbakaður eiginmaður Zendaya Rífast hann? Já, hún hefði sem sagt að Sydney Sweeney hann eitthvað svona verið að reyna við hann og það er farið í taugutur á Zendaya og svo líka talað um þessi með ólíkar stjórnmálaskoðanir Já, ok Og eru það þá bara að leika saman í ykkur senum Það er að leika saman ekkert í senum Það eru bara í risa seríu sem heitir Euphoria Og svo bara cut og þá bara labbar þessi ykkur áttan og þú segir ekki orðu ykkur hana Djöðl held ég að það sé steikt En þetta er samt alveg algengt hjá leikurum Að bara leikarar þú líki hvern annan og er að leika saman allan það Og þetta er leiðilegt Ég er ekki bara rannsaka þetta mikið Ég með síni Sydney Sweeney vera hérna með In the Ride sko Ok Ég myndi aldrei nenna því Þú veist að maður var að leiki einhverju og svo væri stemningin svona Þú ert ekki stemningsmaður Þú ert stemningsmaður Ég myndi vera bara, herru, hérna Guys, ég dyrk ykkur en ég held ég nenni þess ekki Ég sem að gera eitthvað annað Þetta svo er síðasta slúðrið og það er af grínistanum og leikonunni Amy Schumer En hún byrst á dögunum mynda sér í rauðum sundból þar sem að er svo sem ekkert frásöðu færandi nema að hún er búin að missa 23 kíló og er vist að nota að pennan á reta Já, en það sem að vekur kannski mest athygli við þessa frétt er að hún fekk endalaust af hatri frá fólki sem er brjálað yfir og hún sé búin að létta sig sem er ógeðslega skrítið og það er svona, þetta slúður er kannski ekki merkilegt en það eru margir reiðir út í hann og hún var að segja að hún er að fá komment að hún sé búin að svíkja bara sitt og hún var náttúrulega svolítið þykk og grínleikona þannig að þá svolítið sem ég ætla að ræða er ekki grillað úr að koma þér í betra form og bara vinna í heilsuðinu hún er heilbreyðari hún mun lifa lengur hún líður betur og hún fær shit hún fær hattur þetta er náttúrulega bara keksrugla þetta lið þetta er galið það er bara álega keksrugla er hún að fá, en ég skil ekki akkur hún að fá leiðindi frá fullta fólki hún hafi létt sem 23 kíló sem er fannst hún eins og hún segir auðvitað má það nú er ég búin að þjála fólki, ég vil segja 25 ár ég hef aldrei lent í því að kúnni kemur til mér, ég mæli eitthvað, svo kemur hann aftur kannski mánuði setna 2 mánuðum og búin að léttast og hann var í mælingum hjá lækni bara á saman tíma, blóðpröfu það var aldrei gerst að einstaklega droppi í vikt og skilji verri tölum, þetta er alltaf þannig að þú droppar í vikt, betri tölur í blóðpröfu, alltaf þannig að þú léttist betri tölur, þetta er ekki flókið sko ég held sko, við höfum fjallað eitthvað svona svipa dæmi þetta einu svona áður þetta er eitthvað, veist að fólk svona elskaðan eins og hún leit út og búin að sjá hana sem grínist og eitthvað svona og svo er þetta bara brjáluða því að núna lítur hún betur út þetta er aldrei bíla dæmi má hún ekki bara ef hún langar létta sig, má hún ekki bara létta sig í friði og auðvitað, svo hún vil þingja sig, þá má hún þingja sig þetta er aðeins búin að breyta sig svo með retatrútit hérna, sem er náttúrulega að koma markað hérna frá Íla Lilli og fljótlega það mér náttúrulega bara gjör breyta leiknum því að þú veist, þú náttúrulega bara léttist ekkert eðlilega hratt af því og sem er svolítið interesting að fylgjast með það er ekki komið að markað ennþá, þetta er öflugur ef við gófi og sepping sem margir íslíkar eru á en fara gemmin á hausinn þá það? Sko ég held bara ég held að veitingastæðir getur fengið það hitt út af það fólk bara borðað minna og ég meina gemmin mögulega líka þú veist ég útilokað það ég meina út af því að þetta svín virkar það rosalega ég er nú að fytumala fólk sem er að taka reyðatrútið, ég er ekki að setja fólk á þetta margir eru bara á þessu og ég er að fytumala fólk sem ég veldi að sé svona tölun í hvað að gerast þarna með þessum orðum ætlum við að fara í auglýsingar við skuldum auglýsingar og hér strax eftir auglýsingar er þekkið það ekki sem hefur ekki verið í smá tíma hérna hjá okkur í F95 Blöð en tökum auglýsingar fyrst FM 957 eins og Egill Einarsson sagði hér áður að lagið byrja þetta er lag já, þetta er svakalegt lag þetta er Hathaway Lil Wayne og Eminem já, þetta er svakalegt verður ekki dýrara nei, þetta er blanda af rosalega Blöð er að toppa sig liði byrjað að mökka sig á fossunum núna já, fólk er að streyma inn þetta er ekki með live feed, svona einhverja kamerur nei, því miður þetta er að vera með kameru og live feed já, ég verði mættur áttur klukkan 6 það er nokkuð ljóst og opið til 11 en drengir, er þið tilbúinir í herru, ég þarf að finna lagi maður við erum að fara í, er ekki svolítið síðan en fórum í þekki ekki? jú herru, er þetta ekki alltaf vinstarasta lagi hjá okkar besta manni John Johnson, jú, ef ástin er hrein John er bara eitthvað í Mexiko núna okkur luxury resort sko já, ertu búin að sjá myndirnar á ferðinni?
Já, Við þurfum ekkert að hafa ágjör á honum Það er ekki leiðilegt hjá John. Nei, það er aldrei leiðilegt í Hann kringum líka hann. hérna, þú veist, Ég getur stundum óskast að hann var í maðurinn Hann minn. er mjög 20 krakka, nennir að rusla þeim út í ykkur 2-3 flugvélar til að fara til Mexíkó. Ég held að þetta séu þægböld sko Það er mjög, það er svona ekstra þægböld sko Heldur það? Ég sko Það hlýtur samt að vera Já, ég meina- krefjandi, þetta er samt börn. Já, sko, hún Ég er myndi ekki verið með Matildi til dæmis í ykkur 3 flugvélar til Mexíkó sko Hún myndi terroræsa þess að vel Sko, Hafdís konan hans er einn besti tannlæknir landsins og ég Vinnur það með þinn einhvern veginn í þessu frí? Hæ? Með tannlækna reynslan, vinnur það með þinn í Nei, on the plane? en ég spurði hana mitt Því að ég hitti hana núna Hvernig getur það verið veit það ekki. Do we have a dentist on board? Það er engin Ég hef aldrei Þú fær tampinu Bara bara sú hérna, Það er ekki komið tampinu hérna Ímyndið að vera með öskrandi 3 ára krakka í stólunum þú Með veist, skipt, tannpínu. ef það laga tenn gargandi, alveg kollvittlus. Já, hún Svo kom reynsla samt- gæti verið góð on the plane. Er ekki ykkur sérst Það eru svona barnatannlæknar En hún kom með svo góðan punkt Hún ég- sagði, hei, þetta er bara að rífa plásturna af, leggja af stað veist, þið eru komin á endastöð áður og veist það Þetta er, ég held að við séum að ofugsa þetta Það fara alltaf bara í eitt flug En hefði hún verið með mér í 2 tíma flugi til Billund þarna fyrir 2-3 árum Þá hefði hún bara ekkert sagt þetta Þegar Mattó tók kast Já, hún hefði ekki sagt það bara Þetta verður ekkert mál Bara mættin í vél og rífa plásturinn af Mástu líka í krít Hún hefði sagt bara ég myndi aldrei ferðast aftur Mástu krítaflögin, það er bara gangi yfir þetta, bara klárast mástu, Það er- bara klárast og Veistu það, bara, Ef ég loka augunum og hugsa út í það moment Ég er að því núna Ég brosi alltaf Ég veit að ég er búin að segja frá þessu En ef einhvern hefur ekki heyrt þetta Við erum að fljúa til Krítar, segir maður ekki Það var nú ekki neitt Og Matthildur snappar hann í sætinu Byrjar að sparka og bombar í sæti fyrir framann Hinum megin, semst Ég ekki kefti fyrir rauðvín framann fyrir þann meistara Já, það hellist allt yfir og Steindi heldur er reyna haldinni svona hún í einhverju kasti það er bara að býða, það er ekkert annað hægt að gera þetta líður Já, þú varst alvöru þrótt já, já. Já, þú varst ekki að fara að reyna að tala eitthvað Já, mikið þú við veist hana, meina að þarna. þetta sé kannski léttar að þú veist með að börnin þeirra séu bara En betri þetta en er okkar gaman að fara Já, já. til Mexíkó. Já, Mexíkó, þau eru alltaf voru Sko- ekki á Bahamasum bara í fyrra Sko málið er, það er Jú. Málið er að fólk vita kannski ekki allir Jú, kannski sögumir að John Johnson bjóð til Ice Guys Hann á hugmyndina. Já. Ok, og svo er ekki nóg með það að John Johnson er, þú veist, svona, þú veist, heilin bak við Ice Guys, búin að búið til alveg cash bak við það. Þá er líka frúin náttúrulega einnig minnst að tannlæknir til landsins. Þannig þau eru á Villa del Palmar Cancun Luxury Beach Resort and Spa. Það er þess að og nú er ég búin að opna þetta hótelsöður á og orðum að þannig að lagamæðurinn er ekki þarna. Þetta er eitthvað alvöru hótel. Já, Orðum það þannig að lagir maðurinn er ekki þetta er ég bara aldrei séð svona. Þannig að hérna, þau, og sko þetta er samt ekki sko dýrt location en samt alveg rándýrt hótelsöður á alltaf ég aldrei. Er þetta að sjá þetta stendið? Þetta er herbyggisöður á hérna? Já, þau eru búin að vinna fyrir, ég segi bara til Já, að og njóti þetta er dugleg, bæði mjög dugleg og þetta skilið Já. og að rusla krökkunum út í ykkur 2-3 flugvélar Já. en þetta var gaman að fara til Mexíkó en ég verði ykkur fyrir þeim að treysta sér í þetta ég með ekki meika Herru, talandi um Ice Guys 8-9 tíma Veist flugur. hvað Rúrik sendi hérna eftir síðasta þátt Við erum náttúrulega með þáttum páskana þegar allir voru heim í fríi Já. Hann sagði, hafið enga áhyggjur Ég leik í leynilöku 2 Þið borgið bara flugið Hann er komin á þannig stað Hann bara, hei, fljúið Já, mér já. það er líka með næst vinsast græði myndina þetta. á Netflix Worldwide sko. Hann ennir ekki eins og einhverju íslensku deyreiti hérna sko. Eat, pray and bark sko. það er ekki bara Hann konur úr verður ekki Suður-Ameríku að íslensku hrista sig úr honum. deyreiti leikar Hann Rúrik bara, Nei, herru, bókið flug fyrir mig og ég kem Já, já hann er ekki á það mikið cash hann er ekki að spáðu ykkur klinki sem myndi fá fyrir íslenska bíómynd sko. Djöfull hlakkaði til að fara með honum Það er eini kosturum við þegar sömarið er búið Já. Ég hlakka svo til sömarsins Þetta er uppáhaldsmánuð minn núna Þegar sömarið er ekki komið Þannig að maður er ekki byrja að hugsa Ó, það er svo lítið eftir að því Það er að detta inn En við getum alltaf að hugga okkur við það, drengir Þegar að fara að hausta Við erum að fara í partí með honum í New York Með Heidi Klum Já, mér einhvern veginn Halloween líður eins og party. mér líður eins og þetta verður einhvern veginn blásið af þegar að fyrir að næri dreigur sko. Nei, Mér líður líka þannig Ég leyfi því ekki að held gerast. Þetta verður svona öðru gæs ég veit við tölum um að þið myndu koma þú veist að Dr. Phil myndi mæta og þú veist og Zoolander og Zoolander og Thor en ég ætla ekki að vera leðilegur en
Ég held að sé ekki að fara að gera ég held að sé Hann má ekki Ég held að það séu enga líkur á því að við séum að fara Ég segi 60% líkur Hvað heldur að gera þess að Dr. Phil kemur í hurðin? 60%, það ekki eins og það góða líkur 60%? Nei, 60, ég segi 80 Ég held nú ekki Og þessi 20% ég held að sé bara ef það er eitthvað bara við komist ekki eitthvað Ég held að hann er búin að segja þetta Ron Með fínasta liðið þarna í Hollywood bara einhverjir leikarar og mótel þetta er ekkert alveg þannig og svo kemur Dr. Phil inn Já, og fólk mun elska Ég held að hann er bara snúðið á punktunum Nú ferð þú bara heim, vinnur Ég held að Steindi verður the life of the party Allir bara, herru, djöfulli þetta gott gerfið Það nennir engin eitthvað svona sexy lækni eða eitthvað svona kjafta Menn vilja bara sjá Gæja með svona eitthvað rassagrími og sixpack Ég ætla að vera Súlander Já, en þú vil, ætla að vera Thor aftur Já Og það gæði sig Við erum allir í búningu sem við verðum áður En nú ætlum ég að vera með að stærri hamar Já, við kaupum einhvern rosa hamar Eða allir að fara í nýjan búning Það getur líka verið stemming Herru, við erum nægan tíma til að hugsa með þetta er í lok oktober Ég held ekki að fara hana, en ég er vonandi Þetta er að fara að gerast Ef þú hugsa svona, þá gerist þetta ekki Þú vart að síkrið þetta Drengir, það er þekki eða ekki Hvoregar, ég ætla að henda bara Egil, vilt þú ekki bara fara fram undan? Jújú Hvað er penni minn? Uppáhaldspenniðin Þú mátt ekki tínunum að því að við erum í blökkastinu að skipta honum í Já, herru, það er ekkert að gerast það Já, við bara gleymum því alltaf Við erum að reyna að skipta sem penna yfir í eitthvað aðeins flottara og enda í skútu eða ekki eða einhverju jafnvel húsi Herru, ertu tilbúin? Já Ok, þá er það fyrsta, ég gleyma alltaf að lægi fyrir aðeins Þetta er allt annað lag Já, það er þú komið Herru, hvernig ertu annars? Ég er bara geggjaður sko Við erum ekkert hist tveir bara í smá tíma núna Nei, þetta er fínt Alltaf samansamt Já, þetta er bara næst núna Þú ert góður Já, ég veit á svað Ég var alveg þreyttur í morgun sko Eftir ferðalagi, þú náttúrulega lendi bara í gærkvöldi Já, en ég er mjög ferskur núna Ok, herru, ertu til í þekkið ekki? Ég er klár í þetta Ok, sko, ég er að tengja þetta svolítið við bestu deildina og að fossin sé opna Ok sé opin, opna hann opnaði hann Hvað heldurðu, þetta er svona tengt fossin Hvað heldurðu að þú hefði náð mörgum drykkjum á sama stað á einum degi án þess að fara út Fattar mig? Þetta er svo myndi setjast á fossin bara núna klukkan 4 Já, og ef ég myndi labba út til lokunar segjum ég myndi labba út til að kaupa mér eitt hambúrgara eða hann er hægt á fossinum eða þú veist Já, þú getur keypt þér matar segjum að ég myndi fara út á fossin til að fá mig bara bragðaref því seljið ekki þannig og kom aftur þá er ég búin að klúra þessu þetta var bara áður við lappa út Þetta er án þess að fara af stað Já, ég skil, ok Og hvað hef ég náð mörgum drykkjum? Já, hvað heldur þú að náð mörgum drykkjum á sama staðnum á einum degi án þess að fara út af stað? Sko, það sem kemur fyrst upp í hugan mér er náttúrulega Ritz-keksdagurinn á ári 1 mástu sem var hérna í Sátum á apotekinu hitti fyrra þegar við vorum ætlum að taka lunch þetta er náttúrulega fjölskyldagur ætlum að hittast og skipuleggja aðeins í lunch enduðum í dinner þannig að þetta var linner og lunch og dinner vorum þar þá í við vorum þar í svona 10 tíma Nei, við fórum svo 10 AC er inn í þessu AC bara lappinn á ég vaknað á hótelinu í AC og verið bara þar til að fóra að sofa maður er ekki að rápa neitt maður er alltaf bara inn á hótelinu það er enda góða punkt, ég var ekki búin að hugsa þetta Það grínast, ég er að fara að pakka þessu saman hann er alltaf eiginlega hefur ekki farið nú oft til AC En hvað heldur þú að segja, ég þarf magni heldur þú að drukki marga drykki á einum degi sko, og þau vaknaður Sko mitt persónulega mat er náttúrulega að þið séu kannski ekki alveg þetta er ekki rótsterki drykki sem þú fær við borðin Nei, ef þú ferð á barinn, ég held að sé að sami Vegas og AC þá færðu þau smá mun sko. Það er eins og sé búið að vassblanda vodkaðin Ég gæti trúa því Það er samt ekki bjórin, við erum oftast bara í bjór Já, við erum yfirleitt í sko bara bjór svona einhverjum bandarískum lightbjórum Kors eða Bud Light eða einhverju og svo er Kös reyndar alltaf að panta á línuna vodka í cranberry juice sem er ógeðslega til lengdar skrítin drikkur til að vera alltaf svona og svo skrúi kemur alltaf þannig að og stundum förum við tveir svona nú förum við og náum í alvöru skrúi þá fáum við stóran herr Jesus, ég er að peppast upp fyrir næstu eisi fyrir að tala ég ætla að segja að þetta sé svona 70 drikkir 70? Já eða hvað? Nei, býttu nú við Þetta er ógeðslega mikið samt því Djöfull sagði ég hafa á tölu Ég ætla að hugsa þetta eins Býttu nú við, er ég ekki tómur rugli? Sko, þegar við fljúum Nei, samt ekki Því að þegar klukkan er Þú ert að fara kannski niður 10 þá er klukkan orðin náttúrulega 3 heima. Maður vaknar svo snemma út af tíma mismun. Ertu ekki að tala um degi 2 þá eða?
Jú, dagur 2 er svona stærsti dagurinn. Já. Þannig að þú ert að vakna kannski 10 morguninn, fer niður, klukkan án 3 heima, þannig að þú ert búin að sofa eiginlega til 3 á íslensku tíma, á þínum tíma. Og hvað? Þú ert fann að sofa svo 70 drikkir. Það er rosalega mikið þegar við segja það, sko. En þetta eru, ég myndi segja þetta væru 3 drikkir á klukktíma. Er það ekki? Nei, tjöfellir hann segja þetta svona í útvarpinu. Það gengur ekki upp. Hvað talaði? Hvað ætlar að segja? Ég hugsi skrúið aðeins niður. 50 drikkir. En þá við verðum að hafa inn í þessu. Þetta nú alveg mikið af þessu nú bara alveg djúsar, sko. Þú þarfst ekki að vera afsakað. Nei, ég segja það bara þannig. Cranberry juicein Þú þarfst ekki að afsaka drikkjuna við mig. Þú tekur 15 cranberry. Það er náttúrulega Næsta spurning. Hvað heldur það að skora mörg? Af því að bestadeildin að byrja. Hvað heldur þú að skora mörg keppnismörg í fótbolta á ferlum? Keppnismörg? Já, þannig í leik maður var stundum sem krakki, þú veist, sérstaklega innan ús boltanum, sko. Nei, ég er að tala þetta þarf að vera úti. Svona 50, já. En þú veist að veturna var alltaf innan ús bolti. Já. Þar voru mörg, ég maður stundum með 7-8 mörg í leik, sko. Nei, jú, ekki? Nei. Jú. Ég fann að sjá eftir. Á plattavöllum og svona? Nei, ég er að tala í keppnisleik. Þú ert að vera í treyju Víkings eða afturheldingar. Þú ert á móti, þú ert á Íslandsmóti eða, þetta er keppnisleik. Hvað heldur þú að ég mörg? 5. 5? Ég er svona frekar að segja svona 500. Ég æfði fótbolta í ykkur 15 ár, sko, eða eitthvað. Þú ert ekki 500 mörg. Þetta er feina Rikki sig ekki, hann hefði núna gefið mér lest. Já, hann hefði kallaði siðblindan. Ok, hvað ætlar að segja? Svo bara ræðu þetta betur eftir. Ég ætla að eiginleita með til að ræða þetta. Þú veist, keppnismörk í fótbolta. Já, segðu bara tölunum sem heldur þetta sé. Þú veist, þetta er bara, þessi leikir voru átt að fara bara 5-4, 6-5, þetta eru krakkaleikir, sko. Nei, þú ert orðin svona 13-14 áður og byrja að keppa svona alvöru keppnisbolta, sko. Nú, nei, það er ekki rétt. 5. flokki, 4. flokki ertu komin á stórmörk. Já, verður þetta að vera stórmörk, eða? Nei, bara keppnismörk. Já. Ég byrjaði að keppa í fótbolta miklu yngri, 7-8 ára. Ok, hvað er bara með tölu? Ég ætla að segja 100 mörg. 100 mörg. Já, þetta tekist fórsinum. Hvor ykkar, þetta er svona 50-50 spurning, hvor ykkar væri betri að reka mannesku eða væri með rekstur? Þú eða ég? Ég væri miklu betri. Þú segir okay. Já, veistu hvað? Ég er mjög meðvirkur aðeinsværi. Já, en er það gott eða er þetta reka eitthvað? Ég myndi líklegast aldrei reka þetta. Ég myndi vera bara þá er þetta Egill, þá er hann mæntilega betri að reka manneskinn þegar. Já, þú veist, nei, skilur, ég myndi segja bara, heyrðu, veist, ég verði alveg að heyra það síðan, þú veist, bara ég er líka alveg hreinskilinn, sko. Ég myndi alveg segja bara, heyrðu, djöðl með, þetta er svona, ég verði að segja þetta bara mill okkar og bara svona, opnaði hennan bjór hérna með mér og fáum okkur eitt hérna og förum yfir þetta og jafnvel pakka réttum, sko. Þetta er svona þungt samtal. Og ég vil segja bara, herru, það vill enginn svona. Nú verðum við að rífa okkur í gang og... Ef þú var að reka mig, þá myndi ég freka vilja og myndi segja bara, herru, þetta er bara ekki að ganga því miður. Ég myndi ekkert nenn að setjast með þér og opna bjór og fara að reykja sígarettu, sko. Nei, ég er að segja og freka... Ég myndi freka vilja að fá bara, herru, þetta er ekki að ganga því miður. Nei, ég myndi ekki reka. Ég myndi segja, þú veist, please maður bara... En spurningin er, fór ekki að vera betur að reka mannesku? Gerða það fyrir mig, gefði ég með þetta, taktu öfluga 2 mánuði. Ég er ekki að spyrja, hvor ekki er betur að peppa mannesku? Hvor ekki er betur að reka mannesku? Þú segir þú? Ég ætla að segja ég þá en af því að ég held að Egill er svo astnalur í þessu. Egill er ákslega erfitt með svona. Þú ert reyndar held ég betri í mannlegum samskiptum. Já, Egill er mjög erfitt með, hann myndi bara, veistu hvað, hann myndi reka einhvern í gegnum bara messengerin, skilur. Hann myndi senda SMS eða eitthvað, e-mail sem er alveg glata, sko. Þannig að ég myndi hitta manneskjuna og ég myndi koma með gjöf, bara eitthvað flotta gjöf, sko. Og bara svona, þetta er svona eins og þetta er, en ég ætla að gefa þessu gjöf. Ég myndi jafnvel hafa eitthvað lið með mér í þessu, þannig að það væri eitthvað stemning og eitthvað svona. Já, frábært þér. Síðasta spurning, hversu fastur ertu á skalanum 1-10? Hvað meinar þið með þessu? Fastur? Já, bara hversu fastur ertu á skalanum 1-10? Hversu fastur? Já. Ertu að tala um þá er þetta kynferðisleg spurninga? Já. Hvað áttu við? Ég ætla ekki að svara þessu. Ok, þetta er bara ógíslega þessa spurningi sem við komum upp. Nei, jú. Þú þarft ekki að segja bara hún er ógíslega. Við erum fullandi menn, sko. Já, þess vegna getum við rætt þetta.
Hvað, ekki slakk á læginu? Það er lægi undir það með Ég var að starta því aftur Gerir þetta 10 svona verið, það ætlar að mjúta þetta Þetta er ekkert eitthvað tabú 2026 Jú, en það er Það er allir að ræða opinberlega kynlífið sitt Nei, hver er að því? Ég bara, hvergi ég sé það sko Allavega enginn í kringum er að því Ég myndi segja ég ætla bara, ég er virkilega mjúkur bara alveg ég myndi segja það er ekki til rétt svar í þessu og saman hvað ég segi þá mun það elda mig að eilífu alls ekki og hvað ég veit það ekki, það er ekki hægt að segja neitt í þessu Nei, ég verð að fá tölu Egil, sko, við erum búin að vera heldur lengi Já, ég ætla að segja að ég njóti ásta í tvist eða þrist Þristur Ok, hæru, segðu það klokkum minn Tjöfis, veit ég Það var að vera Egil eitthvað svona Hæru, ok Ég held við værum satt bara í góðum gýr Já, við erum ennþá í góð Já, Fossinn og bestadeldinn og allir í góðan gýr Nei, hætt, ekki vera að sér vælið maður Hæ? Já Það er bara ein svona erfið Hæru, tilbúinir Einn krefjandi Já, maður kannski ekki gera það svo mikið úr þinni Þú þekkir Steinda, hann á til að ofugsa hlutina Rétt Hvernig ertu? Bara frábært, takk Fyrsta spurning Hvað heldur þú að það er náð mörgum drykkjum á sama staðunum og einum degi á þess að fara út? Fattar það mig? Þetta er eins og situr, þú mátt ekki fara eitthvað út að borða og koma aftur Þetta er frá því og sest eða ferð inn á eitthvað stað hvort sem er standandi eða sitjandi Hvað heldur þú að náð mörgum drykkjum og svo kveðurum? Sko, við ætla erum búin að vinna svolítið með Linner undanfarið Já, Steindi kom inn á það Undanfarið, þetta er bara hann á Ritz-kekstegin Ég meina þú spólar bara nokkur áttur tíman þá byrjum við alltaf eitthvað seint Við hittum kannski bara 6 daginn eða eitthvað og tókum þú veist eitthvað a couple of beers og fóru svo bara beint eitthvað annað Það er 2-3 tímar max í eitthvað fyrirparti Nú er þetta annað, nú bara ferðu á Kastrup eða Jómuna eða Fossin eða eitthvað Tilliði niður, hvað svo 11.30 ferð ekki fyrir svona 22.00 eða 22.30 það er nýtt koncept Já, þetta er að breytast Þannig að nú er ég þarf svolítið, ég vil aldrei talið það Ég þarf áætla svolítið bara hvað þau farið niður hana Ég held að ég verður að segja allan að 15 Ég held að okay. Svona ef við tökum Linner Já, þá er það næsta spurning Já Hvað heldurðu að þú að skora mörg keppnismörg í fótbolta á ferðinum? Já, ég satt með mækarunum með daginn í couple of beers Hann elskar að vera á KSI að flétta mönnum upp, sko Já, ég er þannig líka þú veist í yngri flokkum Já, og veistu, alltaf sangat mækarunum á ég 2 mörg, sko og sem er samt bara geggi Með hvað liði? Ég hefur örgulega vatnalilunum eða haugum eða Já, haugar nú stólið íhá eða eitthvað, ég veit það ekki, sko En hérna, sko, þú ert gríslíku líka Já Sko, ég ætla að marka hæsti leikmaður MK-deildarinnar frá upp Það er ekki keppnisleik Það er eiginlega sem ég þarf að fá metið Það er ekki á Íslandsmóti Betur, hvað er því gríslíkur? Ég er að tala um keppnisleiki Þú ert að keppa á Íslandsmótin í fótbolta Hvort sem það er í 5., 4., 3., öðrum Ég held ég ekki með mörg hérna, sko Ég segi 10 Ára, næsta Já, þetta tengist Fossinum eða þú þyrstir að reka eitthvað Hvor ykkar væri betri að reka manneskjum? Þú eða Steindi? 50-50 spurning Vá Sko, ég get verið svolítið auðmingjagóður, sko og meðvirkur at the same time Ég ætti erfitt með að reka eitthvað, það er erfitt fyrir mig Ég held að Steindi, sko, ég er svolítið soft Steindi getur verið svolítið harður, sko Ég sé það svona í gegnum tíðina, sko Við félagar erum 3 oft í hinn og þessu og Hann hefur sýnt okkur hliðar sem aðrir hafa ekki séð Reiður Steindi, þú vilt eiginlega ekki fólk í hún í rauninni, sko Alls ekki Og ég held samt einhvern veginn að hann væri góður í þessu, ég sé Steindi Steindi? Já Og þá er það síðasta spurning Hversu fastur ertu á skalanum 1-10? Fastur á skalanum 1-10 Já Þú tala þá Já, bara Já, það þarf ekki að vera Nei Þú ert líklega að tala um skeiðvöldin myndi ég svona teppa á Já, segjum, ég væri að tala um það Ég veltaði með skalan, sko
Þú veist, hversu laus ertu í einum og hversu fastur ertu í 10 sko. Svona, þetta er alveg drull að meta þetta sko. Já. Þetta er sérstök spurning. Svo veldur þetta góð spurning, hvað er 10? Já, þú veist. Og hvað er 10? Þú spáir því sko. Það er rúglega bara, það er gamli. Sko, þetta er alltaf veldur á stemningu líka. Þetta er drullegri spurning. Ég set mér bara 7 á hana. 7? Já, svona faglegt mat. Glæsilegt, þá fóru Steindi inn. Hann var ekki alveg sama vissin á þér hann á honum. Hvað var hann vissin með að svara þessu? Hann var í keng, það inn? Var hann í keng? Sittitu? Já, hann átti ekki að vera með síðustu spurninguna. Þetta fullorðni menn, já. Það er svona þurfa að fara hrætt yfir þetta því að hann er að fara að lýsa leiknum. Já, fannst þið síðasta spurningin ekki skrítin? Jú. Það sem að skrítið líka er að ég fatt ekki alveg hvernig skalinn er, skilu, hversu laus ert í ásnum og hversu fastur ert í 10, sko. Já. Það er sem er. Ég ætla að byrja á þér. Það er ekki myndskeið, það segir ekki, hörðu, hérna er 10, hérna er ásinn. Þú hefði kannski getað sýnt okkur með einhverjum reyfingum. Það er ekki eðvitt. Ég vil ekki missa gummabenn, eru tilbúinir? Já. Ég ætla að byrja á þér, Steindi. Nei, ég ætla að byrja á þér, Egill. Okay. Ég spurði Steinda, hvað heldur þú að náð mörgum drykkjum á sama staðnum einu degi á þess að fara út? Hvað sagði Steindi? Og sá ykkar sem er nærinn að fara stíð. Shit. Þannig að það er stíð í búði. Sko, hann var mjög kokki í jóladagatallu. Þegar ég var að ræða við hann sagði, einn drykkur á 10 fresti, það er erfitt. Og hann sagði, hvað ertu aumingi? Hversu ofta ég seti á bar og drukki bara, þú veist 20, 30, 40, 50 bjóra, skilur þú, þetta mestu aumingi sem ég þekki það. Miðað við það. En býtu, til að gefa þið samt eitt þar vorum við að taka upp bara okkur 4-5 klukkutíma. Já. Og það var helviti mikið tempo. Sko, þú ert svona Guinness-kall. Getur setið bara á okkur írskum pub og södrað í marga sólaringa þess vegna á hans að sofa, sko. Ég fá tölu. Þannig ég set 20 plus. Hann sagði 50. 50? Hann vil meina að hann hafi tekið 50 og einhverju kasinu og Þú segir bara sér lagi með því. Nei, málega það, að því að ég veit þetta. Hann er að tala reyndar í gjóna, hann er að tala í AC. Það er bara frá því að hann vaknar og hann er alltaf inn á sama staðnum. Það sefur hann ekki. Nei, málega það, því þá ég hef verið með blöð kannski bara í 20 klukkutíma. Ekki verið að draga mig inn. Nei, ég segi það allavega. Og 50 bjórar á sama staðnum. Jafnvel verið í 24 tíma að spila, sko. Aldrei ná því. Nei. 50 á sólarring, þá ertu með 2 á klukkara í sólarring. Sem hefur aldrei gert. En hann hefur alveg verið með 3 kannski. Þetta var alltaf á svarað. Ég hef með 20 plus. Það má ekki endur að gleyma því að helmingur næstum drikkjum eru extremely vassblandaðir. Þú veist, að því að vodka í cranberry sem að því að þú drekkur frítt út að spila, þá er það bara að gefa þér bara ávastadjús. Samt skrítið, ef ég ætti kasino þá myndi ég vera alltaf sterkar. Þú hefur mökkað liðið, gamla meira. Liðið sé með fúlið 5. Já, þú gamla meira þú mökkaður. Ekki þú eru dauður. Herðu, næsta spurning. Nei, herðu, hvað sagði Egill? Steindi, sama spurning. Hvað hefur hann náð á einu stað á hans að fara út? Sko, ég ætla að segja að þetta hafi bara verið hérna á Söðurlandsbrautinni í tökum jóladagatali 23. Hann sagði 15 og Steindi fær stíð. Hann er næst. Ég tók ekki jóladagatali, ég var að hugsa bara þá voru bara í vinnunni fyrir það. Ég hugsa bara að setja á töðu. Það var sama stað. Einu stað. Já, ég veit. Ég sagði þér rétt að svara, þú vissir það ekki sjálfur. Nei, bara Ég ætla að byrja aftur að þér, Egill. Ég spurði Steinda, hvað heldur þú að skorað mörg keppnismörk í fótboltaferlinum? Hverju svaraði Steindi? Sko, hann var geðveikur í fótbolta. Á hans mati, það var ekki séð það, sant? Nei, hann var ekki ljúað okkur félagur. Hann keppti áttalega fræga landsleikarna sjálfmótsins, þetta var landslið og pressuliðið sem hann var ekki í. Og það sett hann 34 mörg. Ég var ekki í honum í þeim leik. Og þó hann áreindar 0 leiki samkvæmt KSI, vildi mækarinn meina, sko. Það er þetta smá skellur. En það var svona Messi talent sem krakki. En byrju, er ekki krakkatölunar? Jú, frá 5. flokki. Inn á KSI? Já. Nei, það er ykkur trúður að vinna á KSI sem stundir krakkatölu. Þá hefði ég ekki að vita hvað ég var að spila Hvað svaruð Sko, meðan við að okkar maður setur yfir salt og pipar og svona koncept, sko, þá sé ég 200 mörg. Hann sagði 100. Ég er nálægt í. Mér finnst ég bara að vera samt svona nokkuð ekki, sko, Steindi 100 mörg á okkur 10-12 árum. Er það galið? Hvað sagði Egill? Hvað sagði Egill að hann væri búin að skora mörg á ferðunum í keppnisleik? Hann var í marki. Nei. Nú. Það var í handbolta. Hjöppi var í markinu. Já. Ég ætla að segja að þú hafir skorað ég held að þú hafir drullu fínn í fótbolta, ekki? Ég gef ekkert upp núna með keppa. Ég ætla að segja þetta að það sé 70 mörg. Hann sagði 10.
10 mörg En þú vinnur samt að því að Egill sagði 10 mörg Frá ég varst Jöfull, þetta niðurlega með ennina ferðin í þessu leik Egil, heldur þú ekki skora meira? Frá þú varst 8 ára til kannski 15-16 ára Ég vil ekki vera að ljúga þjóðinni Herru, ég vil ekki missa Gumma Ben Emkodeldin er ekki með í þessu Við megum ekki missa Gumma, hann er að fara að lýsa leiknum Emkodeldin, já, markastur leikmaður Emkodeldin fyrir upp að þið Já, það er ekki keppnisleikur Það sé að segja Herru, næsta, ég ætla að byrja á þér núna Steindi Ég spurði Egil, hvor ykkar væri betri að reka mannesku, þú eða hann, hvað sagði Egil? Ég held að Egil hafi sagt að ég væri betri að reka mannesku Það er rétt, hann er komið 3 stig Hvernig lastu það, you motherfucker? Því að þú átt erfitt með þetta Ég spurði Já, lært með þetta Egil, ég spurði Steinda, hvor ykkar er betri að reka mannesku, hvað sagði Steindi? Sko, ég held að Steindi vita alveg að hann gæti rekið eitthvað og samt er mættu með hann á pöppin kortir í setna Það verður svona, hörðu gamli Með Siggo? Þú drekinn, en við ekki bara fá okkur Guinness núna og slaka hans á Herru, þetta er það gott svar, þú farið 2 stig Það er 3-2, þú getur jafnað í lokin Þetta er ekki 2 stig? Já, þetta er nákvæmlega sem hann sagði Ég myndi bjóðum upp á bjór og Siggo og eitthvað Ég ætla að gefa það 2 stig fyrir þetta svar Það er rosa Við erum með keppni, þetta er í fyrsta sinn Þá er það síðasta spurningi sá sem er nær rétt að svarinu fæst stig Egil getur jafnað Það var geðveikt Ég ætla að byrja á þér Egil Yes Ég spurði Steinda hversu fastur eftir á skalanum 1-10 Hverju svaraði það? Sko, menn með yfirvaraskegg eru fastir Og það er svona föstudagæði sem við finnum Ég minni á það aftur að við erum samt alveg bara er ógslegt þessum að tala mikið um þetta Þetta er liðurna slöð Já, Og ég þarf bara að answer the question Þú ert að gera meir úr þessu Steindi Og svo líka tók Ég hann er bara algjörlega lista Nei, svo tók hann gamla skólan og róaði þetta par niður þessar flugvél sem hrapaði næstu þjánum daginn Þú róaði þetta varst að róa það, Það var já. gamli skólin Sýndu svona, þú veist ábyrð þar og Ég róaði ekkert niður, ég sagði bara að þetta væri alltaf læg Ég var ekki að taka ræðuna, sko Þú vildi nú meina að þú hefur að hjálpa þeim Nei, ég sagði bara, ég sá þeim leið illa Þannig ég seti, ok, þetta er gamli skólin Hann er með yfirvaraskegg Það er allt sem öskar á frekar háa töluðar En svo veit ég að Steindi á til að downplaya sig Þú veist, hann veit að hann er fastur En ok, ég set twist á mig Þráttur að við erum ekkert eðlilega fastur Þannig að það er að segja að trubla mig Mér langar að segja 10 Mér langar svo að þetta sé búið Mér langar að segja 10 En ég veit hann sagði ekki 10 Það er ekki fræður hann að segja 10 Hvað er svarið? Það sé hann að hugsa upp á Ég veit ekki að sagði það 10 Steindi Ég ætla bara, segðu bara eitthvað og hættu mig svo Ég held að það downplaya þetta rosalega Sett Segðu bara fjark á sig Fjarki Hann sagði þristu, hann var mjög nálægt Steindi, þetta er fyrir Sigri Þetta lígi sér Annars jafn. Rist á sig hann sko Hættu þessu og ég spurði Ég segi Hvað var svarið hans? Það segi 6 Hann sagði 7, þið var báðir Hátt stig, þannig að Steindi er með sigur Innilega til hann ekki Vinnum Steindi meil alltaf þessu Já, þú vannst þessa keppni Nei, þú ert búin að vera að vinna Já, þessi keppni er búin, við skuldum auglýsingar Það er bara löngu síðan Fínan tíma Svo er okkar besti maður Gummi Ben á þetta Þetta er FM FM 957 Það er synd að þurfa að lækka niður í okkar besta manni Aron Kahn popstyrni En við erum nú komið styrni hingað inn Kannski ekki popstyrni en okkar besta íþróttalýsanda á landinu Guðmundur Benediktsson, vertu velkomin Takk kærlega. Hvað Geggjaður þýðir báðir. styrni? Styrni, það er ekki bara að stjarna Það ekki? Þetta er bara eitthvað brand new word Nei, ég held að styrnir er karlkinn stjarna En GBN getur ekki verið á kæft Ég horf á spurningarspæð Ég er his biggest fan þar Hann getur ekki sett eitt orð á ennsku rétt fram Hvað myndir segja að væri að þeir þar? Ég er ekki hægt að hjálpa þér aðeins Þú þekkir ekki sjónvarp nógu vel Við erum alltaf að búa til content Ég er flókin orð og GBN Þannig ég helvið álur vesinn með Djöfullega fyndið og minnist á þetta Því ég hef oft hugsað bara þú ert eins og Steindi og Sveppi Kannt ekki ennsku Jó, við erum bara skemmtikraftar Og við erum bara til fólkið í landinu Svona býr maður til TV Svo maður lesa fólk bara Það er 1.000.000 undir Svo bara er þetta Ég er alltaf að reyna að trubla það líka Ég held að þú ættir að vera með henni í liði Ég held að rosa þér ekki Ég hef ekkert eðlilega gaman á þessum þætti Mér finnst ógætt að skemmtilega þetta. Og þú ert frábæra stjóðunum Þetta Takk er fyrir. virkilega vel hefna og ég sendi nú Gumma reglulega Snapchatir að horfa Það var mjög fyndið að þú fegst Nú ætla ef hann skildi nú vera að hlusta En hann átti ekki sem besta dag Sá sem var á undan þeim sem mann 3 milljónir
Við fengum hann í einu þætti, ég held að það verið 3. eða 4. þáttur. Það var eitt sem að bara hann var opinn með spurningar. Hann var í vesinn, já sko, hann valdi Simpsons en hafði greinilega aldrei hort á Simpsons. Já, það var skrítið, sko. að velja það nummer 2. En já, til hamingju með þáttinn, en það er nú ekki ástæðan fyrir að þú ert komin hingað Guðmi, þú er mætt til okkar held ég 3 eða 4 ári röð. Þetta er völvan. Það er völvan þegar kemur að bestu deildinni. Ég ætla að byrja að spyrja, hvernig leggst deildinni þið? Bara ótrúlega vel. Þetta er náttúrulega að byrja í kvöld. Með bara risaslag. Það er risaslagur í Víkinni og bara 2 bestu lið undanfarna ára. Mér er nú að mætast orðnir erki óvinir sko nágrannar en einhvern veginn fór að hatast. Já, hvað er það? Er það eitthvað nýtt? Arda Gunnlaugs og Óskar Hrafn. Þetta er þeim að kenna. Sem er orðið vinir í dag. Sem er orðið voða næs eitthvað síðan aftur. En þeir byggu til þennan geggjar rík sem ég elska. Já, sem að myndaðist. En er þetta ekki líka alltaf þannig? Þú tekur til dæmis United og Liverpool, þau eru rétt hjá hvort þau eru City, United, Liverpool, Everton. Er þetta ekki svolítið þegar það er stutt á milli að þá? En það er líka mikilvægt að þetta séu svona á sama stað í lífinu. Að berjast titlana. Þau voru náttúrulega bara að berjast titlana undanfarin ár. Hreinn úrslitaleikur fyrir 2 árum. Það skrítið að hata eitthvað lið í síðasta sæti og það er eitthvað að bólja það. Það er öllum saman það sko. Hvernig leggst þetta í því kvöld? Hvað er mínir menn að fara að pikka upp 3 punkta þarna? Svona hvernig? Þetta er, þú veist, fyrsta umferðin er alltaf svolítið tricky sko. En svona með að við gengið af undanförnu þá á Víkingur að vinna þennan leik. Breiðablik svona eins og séu aðeins og eftir í undirbúningunum sínum eftir að kannski fara aðeins seinna stað en þetta er samt bara þessi leikir, þeir geta farið allavega. Þetta er svolítið eins og bikarúrslitaleikur bara. Þetta er svolítið þannig að ég held að þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir bæði liðin svona til þess að senda bara skilaboð strax, heyrðu. Svona verður þetta. Ég geti Óskars að það hefði verið minna að gera í dag þá að ég fundi þessa klippu en Steindi hann urðaði yfir því hérna fyrir ári síðan þegar þú sagðir að afturhelding myndi falla. Já, svo ekki halda ég sé búin að gleyma því. Það stóðst allt. En þú sagðir að Víkingur eru Íslandsmeistari, það stóðst líka. En veit þið hvað, ég tek líka svona hluti á mig og gleypi hennan sokk og Gunni hefði rétt fyrir sig, tjún, en ég sko langaði nú að því að sko þú mátt ekki gleyma því bara að gleyma því, þú ert náttúrulega ekki í spjallinu okkar en sko þegar afturhelding er í 7. sæti í deildinni frekar en 5. lúkkaði vel maður þá sendir Steindi á okkur bara grenjandi kalla Gummi Ben veit ekkert fótbolta og þetta er satt þetta er hann leikur svona Gummi Ben má bara þú veit ég fekk fregnir af þessu en sko þú verðist vera goddamn oracle það kemur að því að spá liðum falli eina sem klikkaði á Gummi fyrra ég ætla að spyrja það aftur núna við spurðum hvaða lið kemur á óvart og sagði Káir Káir komu ekki þeir komu endur óvart mjög klikka ekki með neitt nei þegar þú segir það en þú bjóst við inn í efri hluta svona með hvernig undirbúinstímabili var þá átti maður einhvern veginn vona því en það verður líka að segjast að Káir voru ótrúlega óhefnir með meiðsli á síðustu leiktíð mistu margar lykilmenn út þeir Ég hef sömu trú á þeim núna í ár. Það voru ekki góður undir lokin. Akkur minnum við það? Jú, Björgur sér frá falli undir restina þarna og úrslita leik bara undir vestra. Það er trú á Káir getur verið upp í topp í ár. Ekki topp. Nei. Sko Káir held ég gæti lent best í öðru sæti á þessu tímabili. Ok, þá ætlum ég að spyrja hverjum spáru titlinum? Víkingur, klálega. Víkingur, ok. Ég held að það væri bara heimskulegt að spá einhverjum öðrum titlinum heldur Víkingum. Stjarnan, Breiðablik, KR myndi ég halda að vera liðin sem að kemur svona í næstu sætum. Valur ekkert að banka þarna? Sko Valur er nefnilega það er svolítið erfitt að átta sig á Val þessa mundir. Það er einhver skrítin eitthvað vesen? Ég veit ekki hvort að vesen sé rétt orðið en það er eitthvað skrítið þar. Þeir hafa verið eins og þeir hafi margir verið meiddir í allan vetur og eru ennþá meiddir einhverjir og það er eins og þeir hafi einhvern veginn undirbúningu þeirra hafi hafið setna en hjá öðrum liðum það var bara ungi leikmenn búin að spila alla leikina í Lengjubikarnum og Reykjavíkumóti Þetta úr bikarnum síðan einmitt og langt frá að vera eitthvað samfarandi mér fannst viðtalið eða viðtölin við Hemma svolítið skrítin fyrir leik og eftir leik og þannig að ég hef ágjur aðeins af valsmönnum Ertu með tauga til vals? Þú náttúrulega spilaðar valst Íslandsmeistari með tauga
Ég er Og kona er náttúrulega samt legend þarna. ótrúleg típa En með hvað lið heldurðu? Töða til allra Hvað með hvað lið heldur? Ertu ekki káli? Ég hefði náttúrulega Þórsarur komið upp. Þeir eru komin upp Helvíti náðum Þeir tóku náttúrulega Tóku sætuð okkar En veistu hvað, ef það er eitthvað lið sem hendi sér upp og afturlending þurfti náttúrulega að fara niður þá eru Þórsararnir bara Það verður alveg stemming og herrakvöldi Þórs þetta árið. 30. maí Ég fíla Þórsararna sko Ég held með Þórsararna þá núna í bestu líklega En svona smá útúrdúr Lengjudeildin, við hefum eftir að fara yfir hvaða lið falla sem er eldfimt dæmi sko Jú. En lengjudeildin er afturlending að fara upp þar Getur þú komið með smá hérna með okkar mittlið hérna Sko, Sterkt er það er bara eitt sæti laust upp Já, sem er galið í þessu Þú veit þetta eru tvö Það er ekki reglundar Hverju er líklegast það? Sko, Þróttur fer upp. Þróttur fer upp Já, Þróttur fer upp Ég er að lofa ykkur því hér Svo er það Fylki. Síðan ertu með Fylki Heimir Guðjóns Njarvík er Njarvík Lúkka vel líka Það sem að Davíð Smári er mættur Hann er nú sann að segja maður. Já, geggjaði þjálfari Og síðan erum við með afturheldingu Já, djöfullin, ég sé á svipnum að þú veist að Grindavík er hérna Sko, mér langar fyrir þig Við erum með nýja mann og Birki Má Sævarsson Vindurinn mættur. Vindurinn er mættur og þú veist þeir sem að halda ekki með vindinum Já, þeir eru að fara inn á okkur stofnum það er bara gaman það er maður, það er alvöru maður Birgir Már er svona, það eru nokkra svona manneski til. það er Þetta eru svo- saminningatákn Já, bara Pétur einhvern veginn. Jón Sigfúr, það eru svona nokkrir Múkisson, það eru nokkra manneskjur ef þið eru illa við þessa mannesku þá er eitthvað að þér. Já. Það er bara ekki þannig. þeim Og hver Já, eru líkurnar hjá okkur? Er þetta ekki bara ágætt eða? Hvað er það í sintu? Sko, þetta verður erfitt þetta verður erfitt nefnilega ég verð eiginlega því miður Ekki fallsamt, við verðum nei, þið verði í baráttu, þið verði í umspilinu að komast upp Ok, en ég er hrættur að völvan sem ég var að skoða í morgun hún segir mér að þið verði skrefi á eftir Þetta er ekki sem stendir þetta á haldi í dag veistu hvað, ég ætla Leggast í Frumstis í gær að og svo hlýfa yfir þetta. lesturinn Því ég nenni ekki að gleypa hana sokk hérna eftir ár Já, þú ert fann að treysta Ég ætla hana. að treysta völvunni En málega það, völva getur klikkað Auðvitað getur völva Já, það getur allt Það gæst er í eitthvað þessu. klikkar Gummi Ben eiginlega aldrei sko En hvaða lið er að falla í bestu? Hvaða lið Þetta er fara í erfiðast að spyrja hann, hvað mun þú halda? Það er ekki gaman að svara þessu Sko. En þú virðist vera extremely accurate með þetta. ég er hrættur að Keflavík sem er hinn í nýlegaðnir að þetta veri erfitt ár tímabil fyrir þá og síðan hef ég ágjur á IBVF Okay. þú veist, Láki vann kraftaverk með IBVF á síðustu leiktíð það sem að við vorum eiginlega allir vissir það að einhvern veginn þeir sem að fjallum fótboltana að þeir myndu fara niður Spáðið meila allir falli. en þeir voru bara nánast aldrei í hættu Nei. en síðan hætti Láki og Alexander Linda sem að hefur nú reynslu frá Íslandi spilaði hérna í mörg ár hann er komin til Eyja og þú veist, ég er bara svo það hefur eiginlega engin séð neitt að IBVF þeir hafa bara verið í felum og hérna ég hef svona smá ágjur af því að þeir séu, ég sá það í dött út úr byggarnu gegn Þrótti páskana og í Eyjum og ef þeir eru byrjar að tapa í Eyjum þá hef ég enn frekari ágjur af En þú spáir Keflavík og IBVF Þetta er skellur. Sönni Kef og Eyjar maður Ég elsku Þór báða síðan í 10. sæti Þór í 10. verði í baráttunni fallið en bjarga sér En Bjarni sér Þetta halda er rosalega spáman Víkingur sigrar og þetta er allt í Hverju koma óvart? Þossarar þá aftur sko K.R. ég held að flesti spá K.R. núna þú veist í efri hlutunum eitthvað Já. sko það eru Er eitthvað lið sem að við erum að sofa á það? spurningamerki hérna sem að ég hef svona ég átta mikið alveg á kannski Ég spáði þeim Þú sigri veist, Valur er svona smá spurningamerki þeir eru með flotta leikmenn en það er eitthvað sem að vantar fyrir mér núna F.A. er í gangi gegnum bara einhverjar þvílíka breytingar Já. Og Inga liðið vel upp og nýr þjálfari, Jói Kalli kom inn og svona erfitt að átta sig alveg á því þeir voru hins vegar litu vel út gegn Þór í byggarnum unnuð þar samfærandi fyrir norðan. Já. Inn í bóganum og síðan er Skæin sem að Já, auðvitað, maður gleymir Skæin Skæin tóta Skæin tók 4 atvinnumenn þeir tóku bara alvöru menn Hvað heitir hann sem var í Breiðablik hérna? Gísli Eyjóls kom, þú veist, Böddi Löpp kemur úr kriganum Löppin er mætt Gæti Skæin bara unnið þetta, Emil? Sko, Skæin ætla sér að vera í baráttu en
hvort þetta sé of stór breyting svona í einum bita. Bara á spjallum þetta, ég veðrast allir upp. Djúvill fíla ég að deildin sé að byrja í kvöld. Guðmi segir Víkingur, hvað segir drengir? Ég ætla að segja Víkingur. Káur vinna þetta. Egil segir væntanlega Breiðablik. Og Egil segir Breiðablik. Ég trú á mínum mönnum núna. Ég held að Vægs, þú veist, það er allir spáðið með dollunni og mínum menn í blikunum munu hérna koma svolítið aftan að mönnum og taka þetta. Þá verð ég að spyrja mjög ár síðan að lið vann 2 ár í röð nefnilega sem að margir benda líka á. Evrópa náttúrulega tekur sinn tóll. Truflar. Já, en áður en við sleppum þér Gummi, þá verð ég að spyrja líka því að það eru 2 leikir í úrslitakeppninni í körfubolta í kvöld líka. 8 lið úrslitir og hafinn, hverju var Íslandsmeistari í körfubolta? Sko, þetta er ekkert eðlilega erfið spurning. Er þetta stúls eða? Stólarnir með F95 blöð aftur á rassinu. En ég held að hitliðið, þú veist, ég er búin að horfa núna á 2 leiki milli Káur og Stjörnunar og ég er ekkert eðlu fan af þessum 2 liðum. Það er alvöru körfubolti, sko. Það er bara fram og tilbaka. Þeir eru að spila í kvöld, maður. Þeir eru að spila í kvöld, 3. leik og hérna, ég er ekkert eðla spenntur fyrir því einví. Ég er að vona, getur þetta raðast þannig að Stólandi mæti öðru hverju þessu lið? Stólandi myndi mæta Stjörnun í undanúrslitum ef að Grinda, þetta fyrir náttúrulega eftir bara Grindaði greitt 1 á móti Njarðvík. Já. Þú veist, það er til dæmis deildameistararnir sem er unnum með yfirburum deildina. Þannig séð, þeir eru búin að vera veseni gegn Njarðvík. Gátu tapa á móti Njarðvíkana. Það er bara 50-50 fyrir mér. Það er erfitt kall með þetta. En ég var að spyrja þig líka hérna þessu tengt KKÍ og hérna KSÍ, tala þau ekkert saman svona sín á milli að vera með fyrsta leik í bestu deildin á sama tíma og 2 rísaleikir, var ekki hægt að byrja annað í gær eða? Sko, ég myndi kannski tala bara við okkar fólk á sín sport. Ég held að þau fá að raða þessu mest. Af því að þetta böggar mig, mér langar að sjá þetta allt. En svo er náttúrulega Mastis í gangi. Þetta er ómikið. Og ég er bara hvet fólk til að koma sér í besta sæti sem er sófinn heima. Þessi helgi er biluð. Stórkostleg helgi og 400 beinar útsendingar heyrði einhverstaðar að yrði á sín sport í apríl Gummi. Við vitum að þú ert að ráða fyrir takk kjalla fyrir að koma og spá fyrir okkur. Getur við ekki fara á listeinum leikarn einhverstaðar? Þú vil það gaman maður, senda okkur strákana maður og Ég er ekki sem að það var sniðut sko. Nei, var það ekki? Nei, látum fagmennum þetta og Gummi, takk kjalla fyrir okkur. Takk sem við leiðis. FM 957. Hvað held ég þér að hlusta hér á FM 957? Á FM 957 þökkum Gumma Ben kjalla fyrir komuna. Hann er í tímatræð, hann er að fara að lýsa leiknum og undirbúa sig. Smá vonsvikið með hann upp á afturöldingu sko. Já, hann einhvern veginn setur þið alltaf á jörðina fyrir hvert tímabil. Já. En þú veist að við höldum með afturöldingu. Það var ekkert eitthvað dónalega að sagði bara afturöldingu verður upp í topp. Það voru erfitt. Já, djöfull væri gaman að myndu komast aftur upp maður. Það er svo gaman að fara á leiki og þegar þú veist það gerir svo mikið við þetta skilur, það eru 5 sinnum fleiri á leikjónum og allt öðru sér gýr en þú þarf samt eiginlega að passa upp á það að verði samt alveg stemming í sumar í fyrstu deildinni. Það er bara málið. Þú varst duglegur í fyrra, þú mátt ekki missa. Nei, ég ætla að reyna að vera eins duglegur og get núna, að reyna að fara bara alla leiki og málið er að því að fyrsta deildin er mjög skemmtileg sko, hún er jöfn og góð. Hún er geggjuð, þú veist það eru geggjulið, þannig að þetta verður gaman. Ekki spurning, en það er komið Egill að, þínum lið, spurningkeppni Gilsans, hvað voru aftur að vinna með? Út að þú ert búin að vera undir álægi. Já, King of Handling Pressure, og þú sagði að þetta hefur verið áður. Já, það var jafntefli þá. Ok. Þannig að þetta eru einu sem var áður, kættum við seasonal, og þið er ekki búin að vinna það skemmti félagarnir, þetta er gaman að hérna sjá okkur. Það getið í dag, þegar blöðu búin að, ég hugsaði bara í morgun. Ok, annarkot er að tengja þetta bestu sem er að fara í gang. Eða að þú veist það er mikið álag í gangi, stendilegt er næstu í flugslýs í gær, þú ert að róa niður fólk og hann faðmaði bara einhverja fjölskyldu þarna þegar þú lendur faðmaði par þarna. Nei, þetta er allt vitlaust, faðmaði ekki parið og ekki fjölskylduna, en ég sagði hvað var þetta? It's gonna be okay. Ég sagði it's gonna be fine, bara svona einn. Ok, sorry, þú faðmaði, þú róaðir þau. Já. Og blöðu búin að berja í gegn eitthvað leiði og gætlara. King of Handling Pressure. Já. Og nú hefst kettin. Áttu erfitt með svefn þegar það er mikið álag á þér? Já, viðurkenni það. Nei, ekki erfitt með svefn. Nei, þú sefur svo fokkin engið þegar það er álag. Ég hef ekki, þá er maður kannski frekar bara vakandi eitthvað áfram og vinn í einhverju, en ef ég leggst á bara, ég sofna bara ef ég leggst niður bara. Já, sama bara
Ég geti Hjá mér er þetta síðustu daga Síðasta sem ég hugsa þegar ég er að fara að sofa er að með leifin og fyrsta sem ég hugsa þegar ég vakna Þannig ég á erfitt með svefn undir svona pressu 100% Ég geti lagst hérna í hotni og hérna í stúdíónu En það er ekki pressaði núna farið að sofa En hefur þið getað undir mikill pressu? Já, þú veist ekki, ég væri ekki þreyttur Þú veist Ég er alveg þreyttur En þegar þú sofnar, vaknar af þig, rekkur upp Nei, ekki þannig Ok, ekki þannig Þetta er aðalega að sofna Ok. En það ég veist að gefa Steindóri Hann er komin á blað hérna Fekk ég stig? Já, Ég samt þetta er kaupið ekki höndla alveg pressuna. Steindi Þú sofnar bara svo Ofugsari er það Ef það er allt í gangi og ógeðslega mikið pressaður að þú sofnir bara eins og Steinn Eins og Steinn. Ertu ekki upp í rúmi og ofugsa hlutina? Nei, ég Ertu fer- að ljúga stíði? Nei, ok. ég sko, ef ég fyrir byrjum þá sopnaði ég bara eftir nokkra sekundur Já, þó að sé Hann er að tala undir pressu Já, Þegar en ef ég væri undir mikill pressu þá væri vakandi bara frammi í tölvunni eða eitthvað svona en svo þegar ég fer upp í rúm Já, þá sopnaði ég bara þannig að þú Ég seti alltaf podcastið í eira leggst á hina hliðina sem podcastið er ekki í Sofnar á 4 sekundum Nei, Kristinn, ég sopna bara mjög hratt Já, já Það talaði um að maður sopni á 5-7 mínútum Já, það veist, hún er svo leiðilt að sofa Hann er svo vakað svo lengi Hann er alveg búin Hann er alveg búinn þegar hann reyndi að sefa mjög oft á sófanum veit ég. Hörru, það er Sigurður einhver sagði fyrir mér Stóni það. Ég sé strax að það er döðafæri fyrir blöð að Ég jafna sopna það bara núna allstað Já, ég segi flugvölu líka, mikið því að við sé það Já, Hefur að höndla meir en 2 áratugi sköllóttur 2 áratugi já, það er komið núna Nei, 26 Jú, akkurat Er það ekki? Jú, Á. er það pressa? Það voru Já, þú veist, það er álag Þetta er king of handling pressure Það getur verið álag, streita, pressa þú veist. En það er ekkert álag að Þú varst einu svona með í störluðum starrendum að álag lætuði missa hárið fyrir Það er þetta hár rétt ok, Steindi bjargaður Og hann Steindi fann sendi ykkur maður rannsókn á Steinþór á hann Já, heyrðu, Það er með hérna bólið þarna á króknum Ég nenni ekki að fara út í þetta eins og- Nei, sko, Ég nenni Nei, hann sko Heyrðu, ég fekk Það Það sé eitthvað í vatninu Nei, hann Nei, tekka bíddu. rannsókn Á ég ekki bara að lesa þetta? Jú, Þetta er snöggt. lestu upp þessar rannsókn frá sem Já, ég meina störlaða starrend fyrir þig Segir þessi meistari Segir sem meistari Já. Var að hlusta á okkur að ræða um að það væri mögulega einhver tenging á milli Sauðárkróks og Skalla Ég fættist á Sauðárkróki og var undir 1 mánaða þegar fjölskyldan flutti í Keflavíkur Litli bróður minn fæðist í Keflavík Í dag erum við báður við 30 Bróður minn er með þykkt og fallegt hár og ég misti hárið 20 Það er mögulega eitthvað í loftinu þetta eða vassbólinu eða eitthvað Já, en heldur að sé enginn frá stikkisólmi sem getur sagt í sömu sögu En er þetta ekki weird? Nei. Skottur á króknum Það er ekkert allir Þó að Það væri- vinahópurinn minn, ég geti þetta ekki eins og endur ekki ok. Við getum ekki alltaf að ræða Ok, saman Ég Það veit væri að bara, gaman minnstu- Það væri samt Sérstakt. drullu merkileg könnun já. að gera því að þú veist það er náttúrulega Ef þú ferð á krókin, það er ekkert allir sköllóttir Nei, ég segi, þetta eru 3-4 manns sem búa þarna 2000 og er svona 700 2700 og það er bara basically könnun á fólki bara hvað eru margir Herra, erum við ekki eitthvað keppni? Hvað er að gerast Þetta þetta? sko, við við- förum með þetta í blöggastur Það væri gaman alltaf bara Nei, við förum bara hvergi við þetta Að spurja hversu margir eru sköllundir á Já, er Og það bera það saman í aðra bæi Ef ykkur myndi, ef að Kapasen geti farið í þetta fyrir okkur Já, það er rosa gaman Ok, Þetta það er var eitt uppgöt eitthvað rosalegt þetta Þegar þú ert stressaður Slefaru Nei, ég hef sagt það þetta nokkuð sem ég slef ekki Nei, ég sko ekki því ég er stressaður en Það er meira þegar þegar hann er afslappaður Já, og meira líka sko ef ég Slefar eitt í flugvél ég slefa aðalega bara ef ég er svolítið sitjandi beinn í bak Það hefur ekkert með stress að gera En Nei, þegar þú það varst hefur næstuð bara- búin að hrapa hann í gær Og varst að róa þetta par niður Slefaður ekki þá Þá er ég vakandi Já, ég er bara að spurja Því að þú veist þá Hvernig áttu að róa eitthvað slefandi Ef ég væri að Það er segja skrifið í þetta er alltaf lag og ég er slefandi fólk væri bara fuck þessi gaur er í ruglinum Það er ekki maður sem vilt að róa þið niður sem er En slefandi þau sáum mig samt taka dána sko heilri svona lítilli rauðinslu sko þannig að Þessi guður leið og fór aftur upp Á sturstaðinni rauð þau vissi Það er parað að hugsa að þau vissi að ég var að taka þetta á kassan og þau vissi alveg að ég væri drullar hættu sko Hann er pikkaði frúna, hörðu gæmi Ég var skekki bara að sturta niður hérna í rauðri Já, hann samt að reyna að róa þau drakk rauð á 8 mínútum og róaði þau niður þetta var mjög ósannfærandi svona því ég fyrir að hugsa út í þetta Ok Hvað beti Næs, já Með röddinn lægina Þegar þú varst yngri Stressaðist upp þegar þú varst kringum geggjaða gælur
Gellur Ég þarf að taka punkt þarna. Ég var ekki hef aldrei verið einhver player. Nei, ég held að En samt þú settið lægið enn í mötunundinu. Það var bother move. Já, fór hræðilega. Ég held að það var allir í bástum að spyrja hvaða viðbjóður þetta. Já, ég held að þetta Það er bara moment sem ég gleym aldrei. Nei, ég held að þetta eigi við bara alla sem voru Ég var mjög stressaður ef það var sætsteppa í grunni. Sumir einhvern veginn voru einhvern veginn meira svalir kringu geggjagellur sko, ekkert að stressast upp og það flæðir eðlilegar einhvern veginn. Nýtt lofa því að stressaðari. Það mingaði með árunum en þegar ég var úlingur. Hver var svalasti króksæður svona gegnum að koma gellur og hann bara mennur að silkislagur, rann ekki um blóðið. Leðum að geta bust machine. Já, busturinn er örgulega líklegur hann. Þú segir það, jú. Ég myndi gefa Bust busturinn. típa sér sá fyrir mig, alveg bara silkislagur. Já, hann var alltaf silkislagur. Kussi var samt svalur, eða ekki? Já, hann er stressast meir en Buster. Ég gef Buster þetta. Steindi, stressaðast þú kringu geggjaða gellur þú var Steindi? Það veistu orðar þetta svona allir, ekki? Ok, Já, það er öll að vera allir. Stress, ok. Hefur þú höndlað það gríðarlega andlega álag í vinnunni að það var danglandi limi í kringu þig allan daginn? Þú að læst að dulbúa sömu spurningar bara aftur og aftur. Þetta er bara dulbúin spurning sem er búin að koma 5.000 sinnum í þætti. Lenn orðið þeir svona enn. Nei, ég þarf að hugsa hvort þú þurfa að gefa hvernig var spurninga? Já, sko, hefur þú höndlað það gríðarlega andlega álag í vinnunni að það var danglandi limi í kringu þig allan daginn? það væri bara ekki svona álag. En þetta er punktur á þig. Já, þetta, þú veist, þú hýttar að taka hana punkt. Þú höndlar álagið það vel að því fannst þetta ekki álag. Þú varst baðvörður. Já, en þú veist, allan daginn er rosa rýtsaðna, sko. Og það gera margt annað, sko. Þú veist að vinna bara í íþróttahúsi og hvað er stíl? Nei, hvað er svarið? Þú stundar bara að skúra gólfin eða þú ert upp í törni í afgreiðslu. Þú ert að skúra, þá það eru penisar það líka. Það er bara verið í afgreiðslunni að afgreiða eitthvað með pulsu eða búst eða eitthvað og það er bara alltaf verið á tvítingum. Það var ekki komið búst þarna. Hvað sem var þetta? Jú, ég fæst Ok, 2-2. 2-2, ok. Fannst þér að höndla það mjög vel þegar Skylokun leiði ekki lengur blöður úr ofan í? Ég vissi ekki eins og væri búið að banna. Þetta heldur. Ég farði í næstu. Það er ekkert svar. Það fór í meinstu í Mýrja þegar það var leift, mástu? Það var að banna síðan? Það var bannað, svo ákveður að leifa. Ég man eftir því. Það leiði það blöður núna. Varst ekki að segja að það væri búið að banna? Nei, þú veist, það var ekki leift. Þú veist, svo var það leift. Segðu það aftur spurningu. Er einhver á brjóstunum hann? Fannst þér að höndlaði vel þegar Skylokun leiði ekki blöður? Það er sett bara þegar Skylokun opnaði, þá máttur ekki vera blöður. Við ætlum að spyrja okkur hvernig okkur leið áður en þeir leiðu fólki að vera best og það er basically spurningi, já. Þetta skrýtum við. Þetta er svo skrýta spurningar. Það er ekki sem Þegar Skylokun skrýtum þegar er opnuðu þá vissi ég ekki hvort það mætti vera á brjóstunum. Ég ætla bara þannig að ég veit ekki hvernig ég höndlaði það. Þeir senda svo út fréttilkynningu þar sem þeir segja blöður var einhver að biðja það? Nú spyr ég bara af alvöru, var eitthvað fólk sem var að mótmæla að mættir ekki vera á brjóstunum? Ég held að fólk megi vera bera ofan allstaðar í öllum sundlugum. Það var bara flott. Nei, ég held að megi. Já. Þú veist, ég meina, þetta var í raun aldrei frétt, sko. Nei, ég veit ekki að það, sko, þeir rauninni bara eru, svarið, það er bara jafn, 20 áfram eða ekki. Ég get það framstur um mig. Það er 2 eftir. Hvað var það fenguð stig, eða? Ég er ekki inn í þessu. Hvernig var spurningin áttur? Fannst þér þú höndlaði vel þegar Skylokun leiði ekki blöður? Já, ég bara veit það ekki, af því ég vissi ekki En við hljóttum það á fast stig. Já, við höndlum það vel, það er 3-3. Já, 3 stykkir snæði, það er stig, ok, 3-3. Við vorum mjög afslappaði. Þegar þú vilt róa þig niður, míkodósar þá sveppi? Nei, það er eitthvað sem ég mun aldrei þóra að gera. Já, ég er ekki að dæma neitt sem gerir það. Ég er náttúrulega, það er fyrirtæki sem heitir Compass Pathways. Ekki fara að reyna að fá fólkinu til að kaupa hlutabrið sem þú veist í, sko. Þú verður að tilkynna það að þú segir svona í útvarpi, sko, að þú sért hlutafi í þessu. Já, ok, ég keypti hlut í þessu.
En Get mátt ekki. Ég held að sé bara að banna samkvæmt lögum og þú sé þetta hvetja fólk til að kaupa hlutabréf sem ótti sko. Heldur ég sé að pump and dump eitthvað sveppa fyrirtækjum til bæja. Hvað heldur ég sé? Nei, en ég held að meir ekki hvetja fólk til þess að kaupa í ykkur án þess að segja. Ég er ekki að hvetja henni í. Þú varst að segja að sem dæmi fyrirtæki sem heitir Compass Pathways. Þeir eru samt, til að taka boltan með sem þeir að koma inn á. Þeir eru að betta á það að sveppi verða leifðir sem, í gæðsvöld meðferð, þú veist Við erum búin að kaupa hlutabrið með Steinda hana 2 sinnum og þetta allt going down the shit. Þetta er 40% þú varst að vera langur hérna sko. Það er ein eftir. Þeir hvorir í sveppunum 15 ára dæmi sko. Það er ein eftir. Hefur lendið því gríðarlega álagi að hafa látin mann liggjandi fyrir fram að þig en samt náður að halda haus og panta couple of beers. Nei, það var gin og tónik og var engin látin. Hann ætti jafntefni. Við erum greinlega jafn góðir. Þá er þetta alltaf stig í rauninni sko. Ég get votta það að Björn hélt haus sko. Það beit ekki á hann sko. Þetta var spurningarni gildur hans. Þetta er svo stygt man. Það eru 2-3 spurningar hann sem ég bara veit ekki. Það var skrítin. Nei, hann fekk hann fyrir Dánlandi. Já, hann fekk stig þar eða ekki. Þannig næra hann jafntefninu. Hann var baðvörður. Já, og höndlaði það álag vel. Mér finnst það bara höndlaði vel. Herru, en hérna ég vil nú samt koma aftur inn á það því að þú varst að tala að við varum að gefa hérna einhverja ráðgjöf. Við erum ekki að því og við hvetjum Nú fyrir ég ætla að bæta við líka. Ég ætla að hafa þetta on a record er að ég myndi ekki elda mig í neinu sem að ég er að sýslast í þegar kemur að Þá getur Steindi sopnað í kvöld. Þannig að koma þess að framari. Þau eru ekki skæri græn Ekki kaupi Compass Pathways. FM 957. Þetta er að hlusta hér á FM 957 á FM 957. En drengi, við þurfum eiginlega frá kveðja. Ég veit að, hún er 7 mínútur í. Það er nú ekkert að kveðja eitthvað allt á snemma. Ég vil langa mér á tónleika með Kanye West núna maður. Við erum búin að sjá vídeo á netinu manna. Það er bara sviðið. Þetta virðist vera algjörlega Og hann á lög maður. Hann er að fara út alla Evrópu sko. Við þurfum nú að skoða drengir að skjótast og sjá hann sko. Já, við þurfum að skoða það. En ég þarf að bruna á fossin. Ég er að fara bara beint á baku dæluna og að dæla. Það er smekkaður staður og allt upp á 10 þar drengir. Risa helgi, við erum búin að koma nokkur sem inn á hér í dag. Það er Masters, það er úrslitakeppnin í körfubolta. Það er fyrsti leikun í bestu deildinni klukkan 19:10 minni mig fyrir 19:15 Breiðablik, Víkingur Breiðablik. Allt í gangi. Allt í gangi. Við verðum með blökkastið á þriðjudaginn sjálfsögðu. Er eitthvað sem við viljum koma inn hérna að lokum Já, okkar maður hérna á Gringo maður. Já, herðu, El Gringo er einsás í dag sem er hérna á Suðurlandsbrautinni hliðina á okkur. Sturlaði mexikansku matur. Þar er 2 fyrir 1 á öllu til 9 í kvöld. Já, þannig að það er ekki búin að ákveða kvöldmatinn eða bara ætlaði að fara að fá okkur eitt kaldan. Það er 2 fyrir 1 á öllu á matseli, öllum drikkjum. Þetta er geggjað til 9 kvöld. Þannig að þetta er líka bara fólk sem er kannski ekki að fara myndi að henda sér á leikin eða fleira. Ætla bara að hafa rólegt. Það er smá Mexican. Þetta er líka bara geggjaður staður. Já, hann er æðislegur. Við hvetjum ykkur til að kíkja á það og við óskum El Gringo innilega til hamingju með einsás afmæli. Já. Annars bara eins og ég sagði, við verðum mættir hér á næsta föstudag og verðum með blökkastið á þriðjudaginn í góða helgi. Það er allavega nóg að vera fyrir íþróttaáhuga fólk. Steindi, er eitthvað fyrir ykkur sem eru ekki í íþróttunum? Já, það er náttúrulega risa upp síðalöðin. Það eru íþróttir samt sko? Já, ég veit það. En þú veist, þeir sem er að fíla þær íþróttir. En hérna, það er risa UFC á Íslandi. Íslands vinurinn maður, Jiri er að fara að keppa og fólk hérna heldur mikið, ég hef hitt hann. Ég fekk að ég er með díl við Halla Nels pappaskuna. Já, þú lætur á alla króta þeir að koma. Ég sagði, ef það er einhver að koma í gimmið að heimsækja ykkur og æfa og eitthvað svona, nennur please að láta mig vita svo ég geta sæna spjöldin mín. Og hann hringdi í mig og ég brunaði og hann var hann í húsinu sko. Sæður huge fan? Já, örugglega. Herru, við erum að tefja þetta. Ég er hún allt og seitin. Við þurfum að bruna. Steindi, þú ætlar að koma með hans á fossinn? Já, ég kem inn. Herru, takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Við heyrumst í annarkvæmst á þriðjudaginn eða föstudaginn og í góða helgi. Topp tónlistarstöðin FM 957.